Takk fyrir að koma, Ólöf. Takk fyrir að bjóða mér. Ég verð að segja þér eitt strax. Byrjum þetta á léttum nótum. Ég ætla að gefa út spil fyrir jólin. Ok. Og þeir sem að hlusta á mig reglulega vita það að ég er að gefa út spil. Ég ætla að tala það. Bíóblaður, spurningarspil, kvikmyndaspurningar, 1000 spurningar. Já. Fyndið er að þú ert mögulega í spilinu. Já, ok. Það er mögulega spurt þig í spilinu. Ok. Finnst þetta spennandi eða er það fáránlegt? Mér finnst það spennandi, sko. Ok. Mjög spennandi. Þetta er klárlega eitthvað svona sem maður myndi spila á mínu heimili allavega, sko. Myndi þetta gleðja þitt heimili? Já. Bíómyndaspurningaspil? Já, algjörlega. Þegar ég setta saman, þá vildi ég hafa líka íslenska bíómyndir. Því ég er ekki í vikinu þannig, ég er ekki nógu góður í að horfa á íslenska bíómyndir. En þegar ég fór svona yfir þetta, hvað vil ég hafa? Af því ég var búin að fá góða vinkonur þína til mín, Lovísu, Láru. Já. Og þú varst búin að gera hana 2 myndir sem fór í bíó á Íslandi. Glassadrusla fór í bíó. Já, fór í bíó, já. Og ég hugsa mér, ég verð nú að hafa Ólöfu með í spilinu. Svo gaman fyrir mig núna, það er mjög langt sér í samt þessar spurningar, að þú ert loksins komin í þáttir. Það er svona smá full circle moment fyrir mig. Ok, nice. Það gerir þetta mjög spennandi, sko. Er það ekki? Er þetta ekki svona ekstra spennandi, sérstaklega, ef þú kaupir svona fyrir jólin og þú ert að spila þetta með einhverjum, fjölskyldu eða vinum, þá ertu kannski innstinn að bíða svona, og ég voni fái mína spurningu, þá get ég svarað henni. Já, algjörlega. Nei, gaman að þessu. Bíóblaður spurningaspil, smá plugg í byrjun þáttarins. Sko, mér langar að ræða við þig heilan helling. Yes. Þú ert bæði leikstjóri, handritshöfundur. Hefur ekki líka verið að kenna handritagerð? Jú. Er það ekki rétt sem í kvikmyndaskólanum? Jú, svona síðustu 4 árin cirka hef ég verið að kenna svona einn handritakúrs á Örn allavega. Hvernig virkar svoleiðis? Ertu þá bara, ertu kölluð bara inn, veistu með einhverjum fyrirvara, þú veist að kenna í ákveðin tíma, ertu fastráðin, hvernig virkar? Er þetta allt eitthvað svona? Nei, þetta er bara, þú veist, þeir yfirleitt bara senda á mig hvort ég er til í að taka þennan kúrs og svo sendi ég bara, þú veist, stundarstöfluna, hvernig það lítur út. Já. Og ef þetta mattsa við aðra vinnu sem ég er að vinna, þú veist, þá tek ég þetta og ef þeir senda mig nóg að snemma, sem þeir ger ekki alltaf, en þá mögulega geta þau svona aðeins púslað þannig ég ná að taka hann, sko. Ok, þá er líka að spyrja með það, handritagerð. Ég hef alveg svona mikið áhuga á því. Mér finnst það örugglega í kvikmyndagerð, þá finnst mér það persónulega svona áhugaðasti parturinn. Ég fíla þetta allt auðvitað, flotta leikara og leikstur og allt það, en svona handritagerðin. Þegar þú ert að kenna svoleiðis, hvernig byrjar á að kenna það? Þú veist, þú ert bara með fólk hjá þér. Já. Oftast kannski ungt fólk sem er að læra þetta. Fyrsta skref, hvað er það fyrst þú segir bara fólk? Hvernig nálgast þú þetta? Sko, ég hef oftast verið að kenna nemyndum sem eru ekki á handritabraut, sem að fóru kannski í leikstjórn, eða þarna leikstjórn og framleiðslu. Já, sem eru þá að séra á sig frekar í því heldur en að skrifa. Já. En þau þurfa samt alltaf að taka einn kúrs á svona seinni önnunum í náminu og sem mér finnst alltaf mjög skemmtilegt að koma inn í að því að þetta er svona eitthvað sem þau kannski hafa minnstan áhuga á að gera en að sjá svo munin frá því að maður kemur fyrst inn og þegar þau fatta hvað þetta form er mikilvægt og hvað það gerir, og þá ég byrja bara á því að segja bara við, bara kynna svona hver dagskráin verður og segja svo öllum að koma með einhverjar 3 hugmyndir fyrir næsta tíma sem að verður, eina af þessum hugmyndum munum við svo bara halda áfram að vinna með og skrifa sem stuttmynd og svo bara þróast þetta svona út frá því og finnur svolítið, einhverjir náttúrulega hafa kannski smá áhuga á skrifum og eru búnir að vera að skrifa eitthvað en svo eru aðrir sem hafa engan áhuga en svo bara svona byrjaðar að kaupa þetta þegar þeir svona fatta hvað þetta er flott form og hvað er hægt að gera ógeðslega mikið í handritinu og hvernig þú getur lagt svona alla línuna fyrir, í rauninni bæði leikstjórn og framleiðsluna og allan pakkan í handritinu ef það er rétt skrifað, það er rétt uppsett og rétt gert. Ég er rosa mikill handritaperri og ég elskar svona format á handritum, og á erfitt með að lesa handrit sem er ekki rétt í formati. Ég er sammálaður, ég verður að lesa minn skerf af handritum. Ég er rosa hrifinn af þessum, það eru svo margar reglur í þessu. Já. Sem fólk kannski fattar ekki og mér er svo áhugavert að mér langar líka að skrifa bók, þú veist, bara skáldsögu. Ef þú skrifa skáldsögu, tæknilega séð engar reglur þar. Nei. En í handritum,
þá eru mjög margar reglur. Það voru mjög margar reglur. Og þú verður eiginlega að kunna þær áður náttúrulega kannski mögulega að brjóta eitthvað. Já. Skilur þau? Já, og mér finnst svona algengustu mistökin sem kannski fólk gerir í handritsgerð er að það spoilar fyrir lesandanum. Að því þú veist, þú myndi ekki gera þetta þegar þú ert að horfa á bíómyndina, þá myndir ekki vita, þú veist, hver er vondi kallinn í endanum, en þau gera það rosalega mikið í handritum. Setja kannski inn nafnið hans eða eitthvað svoleiðis og þá maður pínu svona, nei, ég á að upplifa þetta sem lesandi eins og ég sé að horfa á bíómyndin í fyrsta skipti. Það er galdurinn, skilur við. En ert þú þá sammála eins og Tarantino? Af því nú ég hef heyrt sko tvenns konar hliðar á þessu sem þetta handrit. Og þú ert með leikstur sem skrifa líka eins og til þess Tarantino. Þannig að hann skrifa sitt eigið efni og hann veit hennar að skrifa að hann mun leikstur þessu. Já. En hann hefur talað alveg sama þó að hann sé leikstjóri, að þegar hann er að skrifa, þá þarf þetta að standa eitt og sér sem einhvers konar listaverk fyrir lesandan. Já. Þetta er ekki bara í hans augum bara svona grunnteikninga að bíómynd. Nei, einmitt. Já, ég er mjög sammála þessu. Mér finnst það ákveðin virðing. Já, bara ákveðin virðing við handritsformi og líka bara alla sem er að fara að koma inn í þetta og lesa þetta. Þú veist, náttúrulega með leikarana og framleiðendur og þú veist, allir eiga að fá að njóta upplifunarinnar á því að lesa handritið eins og þessu að horfa á bíómyndina. Sammála því. Annars er það bara svindl. Já, því ef þú fann að hugsa þetta bara sem einhvers konar einhvers svona bara grunnteikning, bara eitthvað blueprint að einhverju bíómynd sem kannski skiptir ekki eins miklu máli. Mér finnst það svolítið galið þegar þetta hugsa þannig. Já. En auðvitað er alveg sumir sem bara, þetta er bara grunnhugmyndin, svo bara byrjar að taka upp og það er kannski bara að endurskrifa á hverjum einasta degi sem mér finnst persónulega svolítið galið. Já, þá líka byrjar, sko, þá koma allir gallarnir líka í gegn. Svo skýrt, skilur, ef þetta er bara eitthvað svona, já, ég veit hvernig ég ætla að taka þetta upp og ég veit hvernig ég ætla að gera þetta. Þannig að þú ert ekki að fókusa eins mikið á að gera gott handrit. Og þú veist, ef þú ert ekki að gera gott handrit, þá er það mögulega með einhverju svona plotthólum sem alltinu byrja að skína á þegar þú ert að taka upp efnið. Og þess vegna fara þér í svona, þú veist, þetta virkar ekki, við þurfum að fara í aukatöku til að taka pick-up hérna því okkur vantar senunni í þetta og þá allinu fer þetta að vera með svona lengra ferli og dýrara ferli og bara erfiðar yfir höfuð fyrir alla. En ef þú ert bara fókus á, bara fyrstu, þú veist, árin fara bara í að gera geggja flott, bara skotelt handrit, þá verður hitt ekki vandamál. En hvað er þetta þá? Að þetta fer svo í töðunum mér. Og þú sér þetta stundum, þú horfa eitthvað Hollywood bíómynd sem kostaði sko $1,000,000, meira, alveg milljónir. Og þú ert að horfa á þessa mynd með einhvern tæknibrellum og eitthvað, en þú finnur alveg fyrir því. Vá, þú veist, þeir hafa bara að fara á stað með hálfklárað handrit. Og ég skil alveg það að vera eldast í okkur að deadlines og ég meina þeir eru farin að setja bara, nú kemur ný Transformers myndina 2027 eða eitthvað. Já. Og það er kannski ekki búið að skrifa eitt staf einhverja handriti. Þetta held ég, það er bara ábygglega það sem er vandamálið, er að þú veist, það er svolítið svona keyrsla á þessu og keyra þessu efni út og þú veist, ég hef verið sjálf í verkefni að vinna fyrir, þú veist, framleiðslufyrirtæki þar sem að á saman tíma og ég var ennþá að klára að setja, þú veist, einhver loka draug á handritið, þá voru þau, þú veist, þau voru byrjað að plana tökudag og location og þú veist, konum með leikonur og maður pínum bara svona, ok, ég er samt ekki alveg búin, getið þið beðið það? Þú þarf að klára fyrst, sko. Þú veist, og það er alveg rosalega óþægilegt að því að svo, þú veist, sér maður það og maður sér svona, já, þú veist, ég sá þetta núna meikar ekki sens, þú veist, að því að ég fekk ekki nóg meiri tíma sem ég vildi, skilurðu. Og það er mjög leiðilegt að sjá það í bíó. En hvað er þetta? Því mér finnst þetta að vera rosa mikið virðingarleysi gagnvart handritinu sjálfu og manneski sem skrifar það. Því mér finnst stundum eins og bara við græjum þetta bara. Eitthvað dialóg skiptir ekki öllu máli. Já, þetta er ágætt, þetta er bara flott. Herðu, það er miklu skemmtilega að fara út að taka upp. Miklu skemmtilega að fá leikarana og búa til einhverja senu en að út með eitthvað drasl í höndunum er það ekki að búa til svo mikið að auka vandamálun eins og þú talar svo þá að díla við á setti? Jú, algjörlega. Þetta er bara, þú veist, mér finnst kannski svona eins og handritaformið er bara svolítið vanmetið. Þú veist, mér finnst þess að það var kannski á tíma þar sem það var rosalega virðulegt og flott, þú veist. En núna upp á svona síðkastið kannski bara með nútímanum að við erum alltaf að gera allt hraðar, að þá einhvern veginn þú veist, það halda allir að þeir geta skrifað og það halda allir að þeir geta bara svona að redda þessu einhvern veginn, þú veist, þannig að það er ekki eins mikilvægt að fá
professional, þú veist, handriðsöfund, við erum með fólk, þessi er rosalega fyndin í viðtölum, fáum hann til að koma og skrifa komedi, það virkar ekki alveg þannig, það eru reglur, þú veist. Þú þarf líka að vera skotheldur, grínisti, eða ekki, ef þú ætla bara að fara og hann var að fyndin eitthvað, eða hún var að fyndin, yfir það að skrifa eitthvað full-blown handrit, þú þarf alveg að vera alveg, að þetta er ekkert auðvelt bara, setjast niður bara á dúndrút mynd sem að, einmitt, fer eftir þessum reglum og svona, þannig að mér finnst þetta galið, og mér finnst ég bara að sjá það, ég ætla að spyrja út í það, mér finnst ég sjá það í dag, og ég ætla að sjá hvort þið sammála. Mér finnst, að ég er mest Hollywood-gæi, ég bara ólst upp við það, og Íslendingar eru mikið fyrir banderska bíómyndir. En ef við bara lítum á það er líka bara stærsti iðnaðurinn eru þetta Hollywood. Finnst þér bíómyndir í dag, svo þú horfir bara svona yfir landslægið, er þetta sömu gæða fyrir 30 ára? Nei. Af hverju ekki? Að þetta drífa sig? Já, það er að drífa sig aðeins svo mikið, sko. Og... En þú getur líka grætt peninga þegar þú gerir góða mynd. Já, fyrst. Þau er að drífa sig rosalega mikið, en það er samt að virka, ef að peningarnir er að koma inn, þá er ekki til þess að stoppa þau, skilur við. En er þetta þá okkur að kenna, að því við förum á þetta, ég fór á Fast and Furious 9, skilur við, ég er ekki saklaus í þessu, en þú veist, er þetta bara okkur, en ég fór ekki 10, ég er svona dró lína þar bara, og ég skal sjá 9 svona myndir, ekki 10. En er það okkur bara að kenna, því við kaupum með og við förum á þetta rösl? Sko, mér finnst kannski þetta mest ábyrgandi hjá svona, ég verð ekki skotin fyrir þetta, hjá Marvel aðdáðendum, ég er ekki mikið Marvel manneskja, sko, en að því að mér finnst ég alltaf heyra, það er alltaf koma nýtt Marvel, alltaf eitthvað nýtt og búa til einhverja á saman að heima og græja og gera, þú veist, og alltaf eitthvað svona spennandi, en svo finnst mér alltaf fólk segja bara að það var fyrir smá vonbröðum, þetta var ekki eins mikið, en samt fer það á næstu og næstu og næstu og ég bara, akkur segja ekki bara stopp, gera þig, þú veist, þið hafið kraftin til þess að stoppa og taka powerið tilbaka. Ef við hættum að kaupa mið á þetta, þá hættu þær að framleiða þetta. Já. En þess vegna fannst mér svo áhugavert þegar þú þekkir James Gunn eða ekki? Leikstjóra, kvikmyndagerðarmann. James Gunn, Guardians of the Galaxy, hann gerir svona low budget hryllingsmyndir í gamla þetta, Slither og eitthvað svona. Já, en hann er sérst yfir DC, sem við þetta Batman, Superman, Joker og allt þetta. Og hann er núna orðin bara svona studio head. Hann er svona creative gaur, auðvitað, hann gerir náttúrulega síðast núna Superman 9. Hann er búin að segja, við munum ekki gefa grænt ljós á bíómynd þar sem hann þetta ekki skotelt. Og bara það hann segi þetta, sjá hvort það standi við það, að hann er bara komin í nýta starf. Það er ein bíómynd búin að koma út, sem ég aðstændum mjög vel hefnið, en sjá hvort það standi við það. En bara það hann segi þetta, finnst mér svo áhugavert. Og líka mér finnst það ekki eins og þurfa að ég segi þetta í dag. Þú veist, þú ert með toppana sem stjórna peningun, sem ákvað hvort okkur myndi fóða græntljós, að þurfa að segja, við ætlum ekki að fara af stað. Finna handið þig gott. Mér finnst það svo gaman. Það er ánáttúrulega að vera þannig. Var það ekki þannig í gamla það? Að því að virðist vera. Þú getur hort á okkur 80s mynd, 70s mynd og ég er ekki alltaf að tala um Godfather eða Jaws eða eitthvað svaka mynd. Bara eitthvað svona semi-miðlungsmynd og mikið af mér betur skrifa heldur myndir í dag. Já. Og þetta fer svo í mig og fyrir mér heiti Hamsi hérna að tala þetta. Nei, ég er alveg samfélagst. Þetta er bara, ég held að það sé bara okkar, að það sé svolítið vandamála. Við séum svona eins og flýt okkur og þess vegna erum við bara ekki að gefa sér þann tíma sem það þarf, sko. En heldur, kemur að eitthvað inn í þetta, að, sko, eitthvað svona kynslóða munur, af því að þú ert náttúrulega með unga fólki í dag, segjum bara 20 og yngra. Það kom svo mikil hraði allt. Þú ert með samfélagsmiðla, TikTok, Instagram, og þú veist, það er bara að skrolla og skrolla og skrolla. Og þetta er svo, þetta er eitthvað sekundur. Já. Þú veist, ég skil ekki alveg, sko, þetta er sem hugsa með, ég á 2 litla stráka, þú veist, 4 ára og 1 árs. Þegar bara, segjum að eldri, þegar hann verið 12 ára. Er hægt að vera þá, þú veist, kvikmynda áhuga maður eftir þá, segjum bara á 8 ár kannski. Bara eins og þegar ég var 12 ára 95. Og þú ert að tala um svo allt annað dæmi. Þetta er búið að breyta svo mikið. Hvernig verður kvikmynda áhuga fólk í framtíðinni? Erum við bara að fara að deyja út?
eða skilurðu? Já, þetta alveg scary subject, sko. Þú örglega hvað hugsa út í þetta? Já, þetta þú veist, þeir eru einmitt alltaf að tala bara eins og með mögulega séu, þú veist, bíóhúsin að fara að deyja út af, þú veist, streymisveitunum og þú veist, alltaf gervigreindin að koma inn í þetta sem að, þú veist, þá getur fleira fólk svona í kringum, þú veist, farið að missa vinnuna út frá þessu líka því að hún byrja bara að gera þetta allt fyrir þau, þú veist. Þetta svona alls konar, en ég veit samt bara svona trúa í grunninn, þú veist, að það þarf alltaf að vera eitthvað mannlegt við þetta, skilur við, það þarf alltaf að vera þessi mennska tenging til þess að, þú veist, til þess að þetta virki. Já, ég veit ekki, þetta svolítið svona skeri. Þetta stór spurning. Þetta risa spurning. En ef þú komst aðeins inn á það, AI, gervigreind. Þú veist, það talaði það að bara næstu 2, 3, 4, 5 árin, ekkert lengur en það, þá gæti bara heimurinn gjör breyst. Já. Að þetta gerir svo ógeðslega hratt. Já. Og það strax byrja, ég seti á TikTok, eitthvað svona AI bíómyndir eða eitthvað stuttmyndir eða eitthvað atrið eða eitthvað. Persónulega finnst mér þetta svo óspennandi að ég á eiginlega ekki til orð. Ég hef einfaldlega sagt að ég vil ekki að mín list sé gerð af einhver sem bara dauta innan, skilur. Ég verð að hafa einhver ástríðu tilfinningar, fólk tjáir sig ekki list, hvort það eru málverk eða bíómyndir. Já. Ég vil ekki glata því og fá bara eitthvað svona sterilt gert af einhverjum vélum eða einhverjum mér finnst það hræðileg pæling ef þetta framtíð. Já, ég alveg sammála. Sko, félagi minn rosa mikill svona AI maður og það alveg stundum sem ég öfundan pínu út af því hvernig hann notar þetta AI. Þú veist, hann geti snúið við á hinanlegina þannig þú verður bara AI bara best í heimi, sko. Og er það líka að tala um því AI getur þetta gert ýmislegt. Er það líka að tala um list? Þú veist, vill hann horfa á AI bíómynd? Ég myndi ekki taka það langt, sko. En þú veist, hann til dæmis notar AI rosalega mikið við þegar hann að vinna í handritum og hugmyndum og svona. En þú veist, þá hann að nota þetta á svona hátt sem að mér finnst alveg make a sense. Þú veist, hann tekur niður svona, gerir sjálfur einhverja nótur, setur inn í þetta, þannig að forritið, þú veist, man þetta. Og svo getur hann beðið getur við gert kannski svona, þú veist, 100 orða útdrátt úr þessu, eða þú veist, geðum við loglan með þessu, þú veist, og AI spinnar eitthvað, þú veist, eitthvað svona sem bara hraðar fyrir honum vinninni og vinnur þetta. Já, ég skil þig. En á sama tíma þá, þú veist, ég hef aldrei komist þangað, þú veist, og ég veit ekki hvort ég myndi þóra því einhvern veginn, þú veist, því maður vill ekki einhvern veginn svona verða gliftur af þessu og mér finnst ég svona þurfa bara svolítið að ströggla í mínu ef ég að skrifa og veit ekki hvað ég að gera næst frekar heldur hann að spyrja einhverja vél, gefðu mér plottpunta, þú veist, þá byrjar maður að líða eins og maður sé ekki alvöru, sko. Mér finnst nefnilega, já, þetta áhört að segja þetta, því ég hef verið spurðið sem til spilið mitt. Já. Það var í félag minn sem spurði, notaðu eitthvað AI til að hjálpa þér? Ég sagði nei, ég samdi þetta sjálfur og ég strögglaði við þetta sjálfur og það var hellingstími sem fór í þetta. Já. En það sem ég kannski koma að er ekki sund sem að þarf bara að ströggla við? Er ekki sund sem að þarf bara eða tími? Er það ekki partur af þessu? Það partur af þessu og það líka bara það sem að, þú veist, eflir þig og gerir þig líka betri, þú veist, af því þetta eru yfirleitt svona punktar sem þú ert að ströggla og þú ert yfirleitt að ströggla af því að handriti kannski ekki alveg að make a sense, að það vantar eitthvað element inn í það. Já, sem þú ert að finna og laga eða bæta við eða eitthvað. Já, en þú veist, svo leiðu þú færð svona einhverja hugljómun eða hvað sem og þetta byrjar að virka, þá verður einhvern veginn bara svona allt þess virði að hafa farið í gegnum þetta ströggl og eitthvað svona, en ef ég verð alltaf að setja þetta inn í AI, þú veist, getur þú komið með plottið sem ég vantar hérna, hvað væri ég þá að fá út úr því? Hvað væri ég að læra? Það er í raun að sér að koma að, þá færðu aldrei þetta svona vá, eða líka þú finnir fyrir þessa tilfinningu þú er kannski stolt að sjálfur þig bara, vá, geggjur lína sem ég kom með eða vá, þetta er skemmtilegu karakter eða ég náði að leysa hérna með smá plott, vesen, ég náði að finna út úr þessu, vá, mér líður vel en eins og þú segir, félagið þinn, með fullri vinningu þetta nýtist tónuverkræna ef þú setur þetta í eitthvað svona AI-dæmi og þá notar þess að stuttuleið hvers konar svona ánægju færðu þá að ég veit það ekki kannski ég bara neikvæður en svo getur þetta nefnilega líka verið þægilegt örugglega að þú veist eins og hann notar þetta að hann kannski búinn að gera hellingsvinnu búinn að vera að setja inn punkta þarna og þú veist og plotta og eitthvað svona
og þú veist, ég hef búin að setja inn treatment sem að vera kannski einhverja 15 blaðsjur, en svo er eitthvað svona, herru, ég þarf að senda synopsis sem er bara 6 blaðsjur, getur þú summaræsa þennan texta í 6 blaðsjur. Þú veist, það er eitthvað sem er sniðugt, skilur, því hún gerir það á svona mjög stuttum tíma, sem er þægilegt. Þannig að gæti virkað, þú veist, þægilega þannig, en ég vil ekki að hún fara samt að búa til myndina fyrir mig, sko. Það er ómikið, sko. Ég er svo svona báðum áttum með sko, svo kannski myndi ég hitta eftir 5 ár. Og þá þú bara AI, þetta er geggja, ég elskir það. Þetta er geggja, I love it. Bár og röfliður sanna fyrir 5 árum síðan. En ég líka vilja hugsa sko, Handri Sögundur sem gerir taxidræfur, Paul Schrader. Ég sá fyrir stuttu síðan, hann var að tala þá notaði hann eitthvað svona AI. Held ég bara ekki til þess að skrifa beint, hann var bara notað þess að testa. Já. Og ég held að hann sagt bara við AI, skrifaði Tarantino handrit fyrir mig. Þú veist, skrifaði Paul Thomas Anderson handrit fyrir mig, eða eitthvað. Og hann kom með nokkar svona, eitthvað penna, þú veist, góða penna, og hann sagði, AI skrifaði bara betri útgáfu eitthvað skilur, og kom alveg meðvíst, þetta var bara röddinans Tarantino. Já, þetta finnst mér mjög creepy. Það finnst mér creepy. Já, þetta finnst mér bara mjög óþægilegt, sko. Og ég heyrði í útvarpinu bara daginn þar sem þeir voru, þú veist, að hlusta á svona íslenskt AI, tala við þig. Og þú veist, og hann var að anda líka, kallinn sem svaraði, var bara með svona venjulega rödd og kom svona andljóð, eins og hann væri bara lifandi, þú veist. Og þetta er mjög óþægilegt. Mjög óþægilegt. Ég með smá gæsa að hugsa þetta, því að við komast ekki undan þessu, þetta mun tröllriða öllu. Kannski er þetta líka bara, að því maður elskar, þú veist, bíómyndir og þetta form. Og þegar maður horfir á gamla myndir, það er svona áþreifanleiki á þeim og sögur, leikarar og svona þegar fólki sem gerði myndirnar þurftu svolítið að hugsa út úr ramman og út úr boxið, að koma upp eitthvað vandamál eða bara í handritum stendur eitthvað svona húsið springur inn á við eða eitthvað, sem minna að vera í Poltergeist, ekki svona implosion, ekki explosion. Já, okay. Og þá þurftu bara special effects gæðina, þeir voru svo gömlega sem þeir gátt ekki bara, setjum bara í tölvu, bara hvernig gerum við þetta? Já. Öll svona hugsun í dag nema kannski indie kvikmyndagerð, þú þarft ekki að hugsa í dag. Þú þarft að laga allt bara í post. Já, ég mitt. Það er ekki spennandi. Nei, það er ekki spennandi. Sem áhorfandi, en það auðvitað væntanlega þeim lífi sem er að gera bíómyndirnar. Já. En ég var svo hræddur um að þetta taki svo mikið af þér. Ef þú ert að gera bíómyndir, ef að bara, þú veist, tökum dæmi, þeir eru farnir að tölvugjara búninga. Já, búninga á gerfi. Mér finnst það mjög leiðilegt að sjá svona, þú veist, ég er að rewatcha Buffy núna. Bara þættina. Já. Og það sem var svo svona skemmtilegt við það, allar þessar vampýrur og demons voru með, þetta var bara prosthetics, bara make-up á hverjum einustu og þú veist, búningarnir og allt búið til. Núna er bara svona að teikna einhverja doppur í andlitaðir og svo er þetta búið til eftir á. Rosa flott, lítið vel út. En hitt voru einhvern veginn svo alvöru, svo áþreifanlegt, svo flott einhvern veginn. Þess að líka, þú fer í sérstaklega hryllingsmyndir, þetta er svo The Thing, þú væntanlega að sé hana það ekki. John Carpenter? Já. Þú veist með svo mikið af alls konar brellum. Það er svo bara make-up guy, bara á teimi hans, setti saman einhvers konar verur og blanda saman eitthvað og svo er haus og koma svona eins og kóngur og lappir út úr hausnum og byrja að labba á eitthvað. Mér finnst þetta eldast betur, miklu betur en tölvugjart út. Já. Þú veist, jafnvel tölvugjara myndir sem er bara 15 ára gamlar, 20 ára gamlar, versus mynd sem er rúmlega 40 ára gömul. Þannig að mér finnst þetta gera svo oft mikinn grikk með þessu, bara þetta er bara tölvugjart. Já. En svo verður þetta eftir 10 ára þetta hræðilegt. Já, einmitt. Þá eru búin að alltaf þróast og breytast, en henni hitt verður alltaf meira authentic af því að það gerðist í alvörunni, að þú lést að líta þannig út eins og gerðist í alvörunni. Af því það var eitthvað á gólfinu. Já. Auðvitað ekki alvöru haus, kónguló, slass eitthvað, en það var eitthvað fyrir framan myndavélina. Já. Þannig að þegar þú horfir hana 40 ára seinna, þá er alltaf sama staðreyndin eins og þetta var fyrir framan myndavélina. Þannig að þeir eru farin núna í dag, eins og þú segir, mikið af svo vel gert, en tölum saman eftir 10-15 ár, 20 ár. Er það ennþá vel gert? Þú veist það sem var tölvu gert í dag? Já, einmitt. Svarið er nei. Nei. Ólfur, svarið er nei. Bökkum aðeins, mér langar að fara með þessi yfir í þína menntun.
Þú lærir í kvikmyndaskólanum. Já. Hvað ár það? Hvað langt sem þú útskrifaðist? Hvernig fannst þér námið? Sko, ég útskrifaðist vorið 2016 og fór sér þetta á handrit og leikstjórn, deildina þar. Og mér fannst ég fá rosalega mikið út úr náminu. Ég var með mjög flotta kennara sem voru að kenna okkur handrit og bara margar svona relevant, þú veist, sem voru bara í bransanum alveg fullan þá og ennþá eru. Og mér finnst svolítið, þú veist, kvikmyndaskólinn hefur fengið svona reppið kannski í gegnum tíðina að, þú veist, það er ekkert allir svona sátti við, þú veist, hvernig þetta er gert og eitthvað svoleiðis. En ég held að ef þú ferð inn í þetta með því hugafæra að þú ætlar að bara sjúga allt úr þessu svo þú getur, þá lærir alveg heilan helling, sko. Og mér fannst námið persónulega bara virkilega gott og hentaði mér mjög mikið, ég lærði helling og mér fannst ég læra, þú veist, rosalega vel bara eins og bara með formatið og uppsendingu á handritum og hvernig handrit virkar og svona töfrana á bakvið handritin og eitthvað. Og svona þegar ég komið út í, þú veist, bransan svolítið eftir á, þá er ég svo þakklátt fyrir þessa mennti sem ég fekk að því ég teki eftir hvað það er rosalega margir sem kunni ekki að skrifa handrit. Og það er alveg bara svona, ég sagði þetta einhvern tímann við ég og Hrafnkell Stefánsson sem er að skrifa með mér í fullt af hlutum núna. Við vorum beðin að koma inn í eitthvað verkefni og ég sendi á hann að því það var nýbúin að kvart yfir því út á einhverju öðru verkefni og ég svona, kann enginn á handrit að skrifa enginn á Íslandi að skrifa handrit lengur, þú veist, er þetta bara það sem ég á að búast við, því ég bara spá á ég að lækka standardum minn núna eða halda áfram að vera ógeðslega pirruð og hann bara, þetta er bara svona, allir halda að ég geta að skrifa handrit. Já, sorry, ég get reiði verið. Nei, já, veistu það, ég skil þig fullkomlega og já, ég get lítið sagt, ég er ekki bransan sjálfur, ég hef aldrei gert bíómynd, ég hef aðeins lært handritagerð, fór svona námskeið erlendis. Svo mjög skemmtilegt og maður svona, já, þú veist, maður var að læra ýmislegt svona sem að mér finnst það svolítið basic og hluti sem ég kannski pældi ekkert alveg líf fyrir mér að benda á það, bara eðlilega, þannig þegar maður lærir eitthvað, þú fær kennara, eitthvað svona leiðbeinanda sem er að kenna, bara, nei, þú veist, þetta er svona, og þú sér það og bara, já, auðvitað. Já. Svo ég framhaldið því, þá las ég nokkur íslensk handrit. Handrit af bíómyndir sem voru síðan gerðar, þetta var alveg final draft, skilur, þetta voru draftið sem þau skutu. Já. Ég ætla ekki að segja hvað myndir þetta voru. Og það er bara svona basic dót sem ég læri í fyrsta tíma á okkur námskeiði. Já. Sem bara strax brotið eða, veist, og ég fór það bara alltaf fyrir mér svolítið sem þú talum ok, er standardin, er hann svona lár eða er þetta bara eitthvað svona virðingarleysi eða veist, ég er þannig bara svona basic dót. Já, sko, þú veist, ég veit nefnilega ekki alveg svarið af því að þú veist, sko, ég var með eitt sem að Otto Geirborg kendi mér í nokkrum áfangum. Hann er brilljant handritshöfundur og skrifa bara ógeðslega mikið að sitt heima. Og hann talaði alltaf hann er líka með svona rosalegur svona handritsperi með formatið og allt þetta og hann sagði að þú veist, framleiðslufyrirtæki fá þú veist alveg fullt af þú veist einhverju 20 handrita á mánuði og ef að þeir sjá að hlutin er ekki rétt settur upp á fyrstu 5 blaðsíðunum þá hendar þið bara. Þannig þetta var náttúrulega satt bara fast í mér, þú veist, bara lærðu formatið, gerðu þetta almennilega. En svo núna er ég pínu bara eitthvað, ég held að hann er bara að vera að ljúga. Þetta er ekki það sem ég er að segja. Nei, ég ætla að spyrja, er það að standa við þetta? Bara ef þetta er ekki flott en á fyrstu 5 blaðsíðunum, þá bara ruslu með þetta. Það er gert erlendis, veit ég. Já. Og ég held að það sé nokkur rétt, nema og sért náttúrulega komin hátt í Ég held samt að þú ættir að segja bara framleiðandi með framleiðslu fyrirtæki ættir að setja standardið þar. Þú veist, ef að fyrsta blaðsíðan, ef þú kemst ekki í gegnum fyrstu blaðsíðuna af því það eru svo margar formatsvillur, hendi þá handritinu og segja bara nei. Þú veist, setti standardið þangað. En þá spyrir maður sér líka, þeir sem er að ráða þessu, topparnir, að því eðlilega tökum samt dæmi bara þig ef að þú er yfirmaður hjá Warner Brothers þú með eitthvað svaka jobb þar og þú hefðir bara valdið að gefa græntljósið eða eitthvað með okkur þú talar þá kæmist ég væntanlega ekkert í gegnum þig með eitthvað bullshit
En þú svona, þú með metna fyrir þessu og þú svona veist hvernig þetta á að vera, Já. hjá þér það líklega bara, þetta 5 blaðsíður, þetta kjaftaði, ég ætla bara að henda þessu. En ef þú ert með manneski í svona topp stöðu, sem þekkir þetta ekki, hvernig getur svo manneski dæmt hvað gott og hvað slæmt? Sko, ef hún í topp stöðu hjá Warner Brothers, þá hlýtur hún að vera með fólk í vinnu sem hún að borga laun fyrir, sem geta sagt henni hvort þetta sé flott eða ekki. Já, ok, en ef við færum þá yfir í Íslandsmarkaðin sem alltaf minni, en þú ert með fullt af framleiðslu fyrirtækjum á Íslandi og við erum fann að framlega helling. Þeir eru með ráðgjafa, þeir eru með handriðsráðgjafa, með flestum þessum framleiðslu fyrirtækjum þá fer handritið eða efnið í gegnum svona 8 vikna ferli, þar sem það ætti að fara til bara verktaka sem að vinna fyrir þetta fyrirtæki til þess að fara yfir og segja annarkvort ég mæli með eða ekki. Þú veist, þeir hljóta þá eiga að vera bara að sjá, þetta þessi mannski greinlega ekki vönu að skrifa handrit, þannig að þú veist, hafið varan á, skilurðu, eða setja einhvern svona, þetta ekki nógu gott á þetta. Ok, en þá segi ég líka á móti, aftur, ég las handrit, þetta eru bíómynd sem til, íslenskar bíómyndir, hvernig komist þau þá í gegnum 8 vegna ferlið og skilurðu? Þú veist, það sér að segja. Það svo auðvelt að segja. Já, það sko viss standard hérna. Já, en það þarf að standa við það. Ég veit, það sem ég að segja að mögulega þarf ég að lækka standardin. Nei, þú átt ekki að gera það. Þú átt ekki að þurfa að hugsa þannig. Finnst mér. Nei, þetta gefur svo skýrt merki, þú veist, að því það er svo ógeðslega ánægilegt að lesa handrit þar sem að þetta ekki að trufla þig og þú fær bara að fara fulli inn í söguna. Það geggjuð tilfinning og lesa bara svona gott handrit sem þú veist, fyrir utan allt þetta svona basic sem þú átt ekki að gera, þannig að það þú veist, reglur með þú mátt gera þetta og ekki gera þetta, þú veist, þetta bannað og bla bla. En þá líka, þú veist, hitt að skrifa handrit, að skrifa hryllingsmynda handrit og þú ert að halda tóninum allan tíman, líka í action-textanum, skilur og allt þetta, þú veist, eða ert að skrifa komedíu þá þetta vera sniður í actionu, þú veist, actionu ekki endilega bara, það eru margir sem kannski svona rugla því aðeins, þú veist, það bannað að segja hvað manneskja að hugsa eða gera í actionu, en þú veist, þú mátt svona vera sniður í actionu af því þetta á að vera fyndið, þetta á að vera skemmtilegt, þú veist, til þess að fólk sem að skoða þetta, það finnst það líka fyndið, af því það eitthvað sem að þau munu þá ímynda sér og sjá fyrir sér á skjánum, skilur. Og ég man ekki hvað pointið mitt var með þessu, ég datt alltaf djúpt inn í þessa pælingar. Ég var svona að hlusta, já. Þú veist, já, bara að geta lesið, þú veist, þannig handrit og þú veist, þetta er bara hreint flott handrit og þú ert bara alveg inn í þessu. Það bara, þú veist, þá eins og þú ert að horfa á þessa bíómynd bara í fyrsta skipti, bara inn í heilanum á þig og með þínu hugmyndaflugi sem náttúrulega bara magna það hvað við ímyndum okkur og þetta svo geggju upplifun og mér finnst alltaf ef fólk eða bara svona að gera eitthvað og setur inn einhverja, þú veist, kameru, pælingar eða, þú veist, hugsanir eða hvað sem það sem á ekki að vera þarna eða með svona þykkar klausur á texta eða hvað sem þetta þá ertu bara að ræna með þessari upplifun af því ég alltaf mikið að fókusa á hvað þetta illa að skrifa, þú veist. Þá ég ekkert að fara inn í söguna, þá ég ekki að fara að gefa henni gagnlega punkta fyrir söguna af því að þú veist, byrja á því að læra að skrifa handrit, svo skal ég gefa þig punktað. Já, mér finnst þetta kannski líka að því að eins og ég sagði það, þetta er svona mitt áhuga svið, ég er mjög gana að texta og mér skal líka að lesa bækur alltaf, það er svona handritaformætti finnst mér mjög skemmtilegt en það eins og ég segi aftur, það er svo mikið að reglum svona að vinna eftir, þetta þarf að líta ákveð út ég á svona þykka bók heima sem snýst bara hvernig handrita að líta út, ekkert innihaldið sko. Já. Bara hvernig skrifa voiceover, það er svona. Já. Hvernig ætlar að skrifa þetta, það er svona. Þetta er bara svona þykk bók, erlend sko, en pointið mitt að það er bók það hvernig þau bara líta út. Já. Það er fyrir utan innihaldið. Já. Það er ekkert verið að skrifa, í bókinni stendur ekkert, hérna að vera inciting incident og allt, það er akt 1 og það er ekkert svoleiðis, það er bara útlitið. Já. Og mér finnst þetta oft svo leiðilegt eins og hérna heima, að því mér finnst við eiga svo flott fólk í alls konar stöð. Mér finnst Hildur Guðnadóttir, hann óskar fyrir tónlist, hvernig tónlist. Við erum komin á þann kaliber eins og að semja tónlist fyrir bíómynd. Flotta leikstjóra. Ég held að öll þessi tækni henni geggjuð, flotta kvikmyndatökumenn og allt þetta. Mér finnst stundum aftur, mér finnst þetta verði stundum svona eftir. Svona handrit, er þetta ekki bara svona blueprint? Já,
Já, það var ekki mér að geta grína þessu þegar þeir eru að kynna besta handriti á Óskarnum, hvað þetta svona eitthvað, núna þið getið farið núna á klósettið og við erum bara að fara að kynna besta handritið, þú veist, þeir hafa tekið að djóka því þetta bara svona þekkt þeng einhvern veginn. Já, sem galið, að því miður, við erum svolítið svona kannski að herja hérna á íslenska markaðin, en erlendis þetta líka svona. Já. Þú sérði þetta bara í þessum stórmyndum. Svo fyndið því ég að nefna við eitthvað fólk og ég segi kannski eitthvað svona stórmynd, eitthvað blockbuster. Ég segi þetta bara drasl. Ákveð svona gagnrýni, þetta bara pop og kókmynd. Já, en pop og kókmyndir geta líka verið fyrsta Jurassic Park. Já. Indiana Jones myndin. Fyrsta, Raiders. Skilurðu, þú getur gert blockbustera sem eru líka góðir. Já. Og ég þoli ekki það er svona afsaka. Þetta er bara pop og kókmynd. Já, þá gef mér frekar Jurassic Park. Já, einmitt. Þú veist, allir séu þá kannski að hugsa að þeir þurfi ekki einhvern veginn að fylla upp í handritina því þeir alltaf, þú veist, þessi 7 mínútna kafli verða bara sprengjur sem hann er að hlaupa undan, eða eitthvað þannig, þú veist, þá náttúrulega meikar það ekkert sens, sko. Núna er ég bara komið með kenningar, af hverju þetta geti verið í gangi. Sko, auðvitað veit maður, eins og Hollywood í dag, er að framlega myndi fyrir heiminn. Svona worldwide box office skiptir meira máli svolítið í dag, eða síðustu kannski 25 árin, versus fyrir 40 árum. Já. Og þeir alltaf bara sagt að eðlilega, eða út með minn, tökum bara Transformers, bara sem dæmi, ég er nýbúin að horfa á með stráknum. Já. Ekki góðar, en ok, Transformers. Það er miklu auðveldara að selja hana til Íslands, til Kína, Japans, skiptir ekki máli hvar, að því stór vélmenni að slást og hlutur að springa, þau translata svo vel. Já. Þú skiptir ekki máli sem kínverskur, kvikmyndaðdáandi eða bandarískur eða íslenskur, skilur þetta er á skjánum. En þú er kannski með einhverja dramamynd og það er mikið eitthvað svona dialogatriði eða eitthvað svona rosa dýft í dramanu sjálfu, það kannski fer ekki eins vel yfir í skilur næsta markað. Já. Já. En minnst það ekki svona spennandi. Þú veist, ef þetta er hugsun á baku það. Þú veist, við bara seljum sorry, ég ætla ekki að vera eitthvað svona neikvæður í þessu þætti. Mér finnst gaman að ræða þetta sérstaklega fólk sem er í bransanum. Þú hefur gert bíómyndir, þú ert búin að lesa velta handritum og það er gaman líka að við erum hljómar svolítið svona sammála kannski að miklu leyti þetta. Það er svo vantið smá svona smá meira fút í þetta, sko. Já. Og maður er alveg, þú veist, ekki það að ég sé eitthvað fullkomin í að skrifa handrit, skiluru, þú veist, það er, þú veist, en það eru náttúrulega samt bara þessar svona basic grunnreglur sem að, þú veist, eins og þú sagðir áðan, þú veist, lærið þér í fyrsta bekk, skiluru, sem að eiga bara að vera til staðar og svo er þetta alltaf náttúrulega bara að bæta ofan á kraftin, bara með reynslunni, þú veist, og þá er þetta alltaf að bæta ofan á meira, eins og þú segir, þessi bók er bara hvernig það líti út, með það á hreinu og þá getur þú farið að bæta inn í með innihaldið og búið til töfrana, skiluru. Og þá getur líka verið að leika aðeins meira. Já. Ef þú með skotelt bara svona, ok, ég veit hvernig það á að vera, þá getur þú kannski aðeins svona leikið með þetta meira, sko. En mér finnst þetta frekar magna og mér finnst þetta svolítið leiðilegt að sjá þetta, að því að mitt ástriðan hjá mér bíómyndir. En svo sér maður líka, það sé ég líka að ræða, þú sér það líka í hérna, ekki bíómyndum, sjónvarpsþáttum. Já. Myndur taka undir það ef ég segi sjónvarpsþættir í dag, eða svona síðustu kannski 10-15 árin, sérstaklega, eru betri en sjónvarpsþættir fyrir 40 árum? Myndur taka undir það? Að sjónvarpsþættir í dag eru betri fyrir 40 árum? Nei, hvar eru við fyrir 40 árum? 85, 95? Já, svona tökum bara 80s og 90s sjónvarpsþætti. Já. Fyrstu þættir í dag, eða svona nýlegri þættir, ekkert endilega bókstall í dag, ég er þannig að síðustu kannski sko það eru rosa flottar sjónvarpsseríur sem verið að gera núna og búið að vera að gera núna síðustu árin og mikið af svona bara miniseríum sem bara svona eins flott saga, þú veist, sem alveg mjög gott og þú veist, geggjað, en ég veit ekki, kannski það bara út frá því hvað ég horfði á, þú veist, eins og við erum að tala hérna bara í 90s eitthvað, skilur að þú veist, svona sögurnar sem eru karaktersögun og það sem inn í, þú veist, það finnst mér einhvern veginn ekki, þeir töfrar eru svolítið dvínandi, finnst mér í dag, kannski. Já, finnst það?
Já, einhverju leiti, en þú veist, það náttúrulega eitthvað sem að virka betur. Þú veist, ég veit ekki, ég myndi ekki endilega að segja, þú veist, eitt betur en annað, en þú veist, til dæmis, ég áttu alveg, þú veist, svona uppáhalds, svona, haldt með sleftu mér samband í, þú veist, eins og í Buffy-seríunni, skilurðu, þú veist, sem Spike og Buffy, þetta bara my favorite love story of all time, eru þau tvö. Okay. Og ég sé það vera gert í dag, þú veist, þetta svona samband sem maður langar til að halda með þeim, maður langar til þess að vera bara, please verða saman, en þau eru samt búin að gera hvort öðru svo hræðilega hluti að þau eigi ekki að vera saman, en samt, þú veist, í dag þá einhvern veginn að því að áhorfandinn vill það, þá er einhvern veginn svo, þú veist, þá enda þau saman og það fer alltaf svo illa, þú veist, þau gerðu þetta til dæmis í Vampire Diaries með Elena og Damon, létu þau enda saman og svo alltaf er Elena bara komin í eitthvað kóma og er bara út í einhverja 3 seríur, skilur og maður svona eitthvað, mögulega þau hefði ekki byrjað saman, þá hefði þetta verið ennþá svona eitthvað, nei, kannski, jú, veit ekki, þú veist, halda í spennuna lengur, skilur ég veit það ekki. Ok, ég hef ekki séð Vampire Diaries, ég veit hvað þetta er. Já, en viltu þá meina, ef ég myndi spyrja þig, þínar uppáhalds sjónvarpsseríur, já. Ef þú hugsa eitthvað svona 5, þú ert ekki endilega að koma með hann akkur núna, ef þú þurft að koma með eitthvað svona þínar 5 uppáhalds sjónvarpsseríur, væntanlega Buffy þá eina af þeim, já. Það er 90s, eða ekki? Jú. Fer það yfir aldamótin, eða? Ég man ekki alveg hvernig, ég sá, þú veist, 1 og 1 þátt. Já, þau byrjuðu 97, eða ekki, og þetta eru, held ég, 7 seríur. Já, þannig að þau farið yfir. 22 eða 23. Ok, 2002 eða 2003? Já. Ok, það er svona snemma eftir aldamótin. En þannig að, þú veist, segjum bara hina 4, ef að Buffy er eina af þessum 5, þínum uppáhalds. Já. Heldur ekki að þessar 4 séu allar eftir sem er bara 2005, eða eitthvað? Breaking Bad, Wire, hvað ert þú? Sko, gæti svo sem alveg verið. Eru margar 90s, ég er mikill X-Files-maður til dæmis, já. En það er ekkert margar kannski... Það var náttúrulega Charmed, sem var líka alveg í favorite, sko. Ég held hún hafi byrjað fyrir aldamótin. Jú, ég held sér rétt sér. Norna-systurnar. Já. Svo þú veist, það er alveg góða seríur sem hafa komið nýlega sem að... Þú ert old school í þessu, með sjónvarpsþætti. Charmed, Buffy. Já, smá. Ég er svolítið mikið inn í 90s filmum. Ég líkið sjónvarpsþáttum. Já, bara Charmurinn var einhvern veginn svona... Fannst þetta ekki að vera svona TV-legt? Jú, þú veist, það er alveg fyndið að horfa sumt að þessi dag og svo verður bara eitthvað, þú veist, eitthvað er svona vondikallina og byrtast upp úr jörðinu og það er svo augljóst hvernig hann svona púff. Það er mjög fyndið, sko. En þú veist... En Charminn? Já, en Charmurinn er einhvern veginn bara svona, þú veist, þessi karakterar og þú veist, og þetta er eitthvað sem að gætir einhvern veginn ekki endurtekið, þú gætir ekki gert þessa karakter í dag, það myndi bara aldrei virka, skilur, þú veist. Þannig að þeir eru svona one of a kind, sko. En svo er spurning hversu mikið af þessu er svona nostalgía. En þú væntanlega séð þetta var svona nýlegt. Já. Kannski þínu mótunur árum þá varst að horfa á þetta. Já. Þú veist, segjum að þú hefur aldrei séð Buffy. Og sem fullorðin kona og ég myndi bara segja, tjekka á þessum Buffy þáttum frá 97 eða eitthvað. Og þú myndir setja í tæki í fyrsta skipti í dag. Yrður í afhrifin? Kannski, veit ekki. Það er ekki hægt að komast það, þetta er alltaf tengt við því. Já, einmitt. Nostalgía. Svo nostalgía. En að því eins og leikari í dag, að því í gamla dag, þá varstu svolítið svona sjónvarpsleikari. Já. Eða þú varst kvikmyndastjarna. Fólki var ekkert mikið að fara á milli. Í dag, þá varstu bara alveg að fara á milli. Langflestir fara bara að rokka á milli, og það skiptir einhver máli. Það er ekkert litið niður á því sem leikari eða sem leikstjóri, ef þú ert að fara úr einu miðli í annan, en í gamla dag var það svolítið þannig. Já. Og margir, eins og ég hugsa núna George Clooney, hann var allir í þáttunum, hann vildi vera kvikmyndastjarna. Hann vildi fara úr sjónvarpinu yfir í bíómyndir, og þá er henni helst ekkert fara tilbaka síðan. Nei, einmitt. En þá fyrir mér að hugsa, er þetta þá ekki, af því þetta er svolítið vanda í dag. Já. Sjónvarpi, eða svona, það er þessi meiri virðing borin fyrir því.
Myndir ekki taka undir það? Jú, ég myndi algjörlega taka undir það og líka, þú veist, að því þú sér það alveg, streymisveitin er náttúrulega svolítið eigið þetta, þú veist, núna og ég held að það sé bara svona eðlileg þróun, kannski að það er bara ekki verið að, þú veist, það er alltaf verið að framlega núna meira af þáttum, að stefna þangað allavega, meira af þáttum heldur en bíómyndum og þá, þú veist, er eðlilegt að þessar stjörnur byrja þá að fara aftur inn í sjónvarpið, sko, og nota það sem svona selling point líka fyrir sjónvarpsseríuna. Jú, ég vil að tekið eftir þessu, ég er alveg sammála með það og það er borin líka miklu meiri virðing fyrir TV í dag. Ég er ennþá að hugsa hvað sjónvarpsefni ég myndi setja á top 5, ég er eitthvað það. Restin af þættinu fyrir það að þú að hugsa, hvað myndi ég setja á? Með Charmed, Buffy? Það er pottið eitthvað skemmtilega, sko. Á meðan þú hugsa þetta, streymisveitur, það er alltaf búið að gjörbreyta þessum iðnaði. Hvað finnst þér þetta? Hvort það er Netflix, Disney+, það er alltaf bara allir með streymisveitur. Já. Hvað finnst þér þetta? Það er alltaf ekki lengur til vídeolegur, langflestur eru ekkert lengur að kaupa eitthvað Blu-ray eða DVD. Sko, þú veist, að mörguleiti er þetta alveg þægilegt og jákvæmt, skilur, að geta verið með þetta bara svona heima í stofu og svoleiðis. Þetta getur líka, þú veist, þetta er kannski stundur svona yfirþyrmandi, þú veist, rosalega mikið að velja úr og maður fær mögulega kannski smá svona FOMO, þú veist, að því maður fer eitthvað fram hjá manni sem maður hefði kannski tekið eftir á vídeolegunni. Þetta tala bara, og þú kannski bara þannig Netflix. Þú bara kveikir á Netflix og það skóla eitthvað gegn. Já, líka því að, þú veist, Netflix náttúrulega spilar inn á þig, væntanlega. Já. Þú veist, það er ekki sama Netflix sem ég er eins og hjá þér. Þú veist, það lítur alltaf þessu út. Og að því ég er búin að vera að horfa kannski á nokkrar svona myndir, að þá alltaf það eina sem ég er að sjá, þú veist, og þá fer allt hitt fram hjá mér. En ég vill það ekkert endilega. Mér langar að vita allt sem er í boði að því ég er rosalega aðlæta á bíómyndir og vill náttúrulega bara horfa á alls konar bíómyndir, en þetta byrjar einhvern veginn að vera það eina sem að poppar upp hjá mér að því að þetta er það sem ég var nýlegast að horfa á, eitthvað svoleiðis, sko. En þetta er mjög góð punktur. Já. Og þetta er orðið bara þannig, þessi algoritmi, þetta er alltaf bara orðið þannig, hvort sem þú ert að skoða YouTube, eitthvað samfélagsmiðla eða Netflix, það er alltaf bara að herðu, Ólu fíla þetta, meira þessu, en þetta er ekki gott fyrir mann. Nei. Að því við höfum líka gott, hvort það er líka bara svona pólitískt, og þú var bara, hérna er bara þinn klefi, þetta sem þú vilt heyra eða sjá. Já. Fílar spennumyndir, hérna eru bara spennumyndir. Já, ég veit. Og þetta er ekki, mér finnst þetta alls ekki gott. Nei. Eins og þú segir, þú fílar fullt af öðru dóti, ok, kannski ertu ekki búin að horfa á það akkurat núna síðasta mánuðin. En Netflix er eitthvað svo, að því þú fórst á vídeóinu, þú sást bara mitt. Já, það var bara úrvalið sem þið voru með, sem var bara alls konar, þú veist, þá var eitthvað svona, maður gaf sér alltaf tíma, sko, þú veist, þannig að það fór ekkert framhjá manni beint þar, en ég veit ekki alveg hvernig mér svona. Þú ert ekkert svakalega hrifin af þessu, streymisveitur, eða eitthvað. Auðvitað er þetta þægilegt. Þetta er þægilegt, sko. Er þetta gott fyrir iðnaðinn? Nei, nefnilega ekki, sko. Af hverju ekki? Það eru færri að fara í bíó, það er bara staðreynd, sko. Það eru færri að fara í bíó og þú veist, það er erfiðara að setja út bíómyndir. Við tölum bara hérna heima, þú veist, þetta er aðeins meira challenge af því að það eru, þú veist, það er ekkert eitthvað rosa mikil aðsókn, skilur hún er, þegar megum eiga það, hún er betri á íslenskara heldur en erlendar mögulega, þú veist, að það er eins og fleiri fólk séu svona, já að þetta er íslenskt þá ætla ég að fara, skilur sem mjög jákvætt, en svo er líka fólk sem að bara svona skömmustulaust segir bara, ég bý bara þannig til þetta kemur einhverstaðar á netið eða fyrir sjónvarpið eða eitthvað, þú veist, að því það bara að því bíómenningin er bara búin að minnka, því það basically geta allir verið með bara bíó heima í stofunni hjá sér, þú veist, ég er með bíó bara heima í stofunni, með risastóran skjá og hátalara út allt og bakhátalara, þú veist, ég get basically verið í bíó heima hjá mér, þannig þú veist, akkur að leggja það á sig, keyra allir til Reykjavíkur, ég bý náttúrulega á Akranesi, keyra allir til Reykjavíkur, fá mig papp og kók, bara til að hlusta einhvern annan vera hústandi allir tíma með að horfa á bíómynd, skilur við. Þú veist, þetta er svona... Anna var að trufla ef að horfa. Já, ég... Sorry, ég var stamaði, ég fór að hugsa mitt, sko... Maður getur orðið þreyttur á öðru fólki í bíó.
Já. Það bara þannig og það ber ekki allir sem virðingu fyrir þessu svo kannski það fólk sem sérstaklega hlustar á þennan þátt sem að ber mikla virðingu fyrir þessu listformi, bíómyndum, það fer þá í bíó, það heldur kjafti til dæmis. Það er ekki að hangi í símanum og svona. Nei. En eins og með það, bíóaðsókn hefur minnkað. Ef að COVID hefði aldrei gerst, segjum það bara, við höfum bara sloppið alveg COVID. Heldur þú væri að segja sam í dag? Heldur það bara óumflýjanlegt að bíóaðsókn myndi minnka eða var COVID of mikið högg fyrir bransan að hann ná bara eftir með að ná sér? Sko, já, bæði og. Mér finnst COVID hafa, þú veist, það náttúrulega spilaði svolítið inn í þetta. En á saman tíma var COVID rosalega svona opnaði augun fyrir fólki hversu mikilvægt þetta listform skilurðu. Þannig að saman tíma að það kom svona smá högg með, þú veist, aðsóknin í bíó, að þá samt líka kom meira, þú veist, virðing einhvern veginn, bara svona, já, þetta mikilvægt, þú veist, þetta listform sem að við þurfum, þú veist, skemmtun, við þurfum þetta entertaining value einhvern veginn. Þannig ég svona, bæði og í rauninni þar, sko. Ég veit ekki ef að COVID hefði ekki komið, þá jafnvel meiri líkur á að við höfum, þú veist, dottið værum komin ennþá neðar núna, sko. Ímynda ég mér. Já, þú getur trúið því. Já, ég getur trúið því. Af því þá hafði ekki verið neitt svona sem að stoppaði og letið hugsa. Þetta var svona sjálfkrafa að dofna, en svo, þú veist, kemur COVID-ið, mátti ekki lengur fara í bíó, eða með að fara bara með, þú veist, x margir í bíó og allir með grímur og, þú veist, og svo svona eftir að hafa komið meiri svona, bara þessi svona virðing, þú veist, hvað þetta mikilvægt og þá hafi ég vaknað hjá fólki, ég er endur ekki búin að vera í bíó sinni á krakki, ég að spæða skellum mér í bíó, þú veist. Þannig að ég held að þetta væri verra ef COVID hefði ekki komið. Þetta mjög góð punktur, ég fann það hjá sjálfum mér að því bara frá ég var krakki þá ég farið mjög oft í bíó. Það var bara sjálfsögum hlutur. Mér fannst, mér fannst gaman og merkilegt að horfa á góða bíómynd, en þetta var svo sjálfsögum hlutur, farið í bíó. Svo kemur COVID og það bara eiginlega lokaðist. Jú, bíóhús reynda að halda í sér lífið með því að sína kannski gamla myndir eða eitthvað, en framleiðslan líka bara svolítið stoppaði og ekki að fá mikið af nýjum myndum. Og ég fann það hjá sjálfum bara, vá, hvað ég saknaði þess að fara í bíó. Svona almennilega mitt og kannski fara frumsýningadegi, fullu salur. Mér fannst það bara mjög skemmtilegt. En ég ætla að koma aðeins inn og tala heimabíó. Vissulega getur átt ógeðslega flott heimabíó, stórt tjald, allt þetta. Það samt ekki að sama. En þegar maður fyrir bíó, þó að kallið sig að hósta fyrir aftur hana, leiðandi kallinn, þá einhvers konar rafmögnu stemming í bíónu, sérstaklega þetta verhættni bíómynd. Hryllingsmynd, allir hættir, hasar, eitthvað svaka spektakól, grínmynd, allir að hlæja saman, eitthvað. Að mynda svo stemming í bíósal sem ómögulegt að gera heima. Já, ég alveg sammála, sko. Ég reyna að fara alveg reglulega í bíó og var núna bara síðast fór á eina íslenska bíómynd, þannig Eldana, og þar með, þú veist, svona eldgos að, þú veist, svona bara gjósa út á hafinu og þú veist, svona hljóðin og soundeffekt og allt sem fylgir þessu. Þetta var alveg svona, wow, þú veist, ógeðslega cool, svona, hvernig þetta gert og eitthvað, þú veist. Man hefði kannski ekkert endilega fengið þetta heima á sér, því þetta náttúrulega ekki sama systemi, sko. Þetta ekki alveg að sama. Þú kemst alveg nála því, en þetta ekki alveg að sama, einmitt. Hljóðið, og líka alveg sama hversu stórt sjónvarpið þetta að tjaldið þeima. Já. Ég skal lofa því, það ekki stórt og þú veist, tjaldið í Egilshöll, skilur við sannleik. Það nær því ekki. Nei. Það sem mér alveg leiðilegt þegar ég hef verið að fara núna í bíó upp á síðkastið, ég mér sé svo gamall. Ég fór á miðlundasýningar þegar ég var yngri, ég gæti ekkert í dag. Ég er með lítil börn og eitthvað, allavega. Þegar ég fer í bíó í dag, það er mjög sjaldgæft að þessi fullu salur. Já. En fyrir COVID, það er ekkert það langt síðan, ég man eftir ég var alveg að fara og það var fullu salur. Já, ok. Þú veist, á okkur stóra myndir. Þú veist, jú, þetta var kannski aðeins var að dvína, en COVID-dótið, þetta var svolítið mikið högg. Þannig að ég raun að segja eftir 20 ár verður þetta þá bara eins og þeir sem eiga plötuspilar í dag. Skilur, þú getur ennþá keypt plötur en það er rosalega minnihluti sem að safnar plötum, hugsa ég er ekki búin að rannsaka þetta. Já. Flestir nota Spotify, þessu tónlist. Verður þetta bara þannig í framtíðinni, kvikmyndahús, verður kannski 1 eða 2 á Íslandi,
og svo ertu bara að horfa á þetta heima þér. Já. Að því mér finnst alltaf vera einangrast meira og meira. Og það, við erum að einangra okkur. Ef við erum bara heima, eins mikið og ég elska að vera einn. Ef ég er bara einn heima bara, horfa bara á mitt heimabíó og ég færi aldrei í bíó. Já. Aldrei í leikhús, skilur, aldrei út að borða. Mér finnst það hræðileg tilhugsun. Já. Það eru svo dark ég er að vera bara þú ert að þunglita að hlusta á þetta en þá er samt líka gott þegar að koma inn svona titlar og ég meina síðast ég var ekki mikill aðdáandi Avatar 2 en hún samt kom mér óvart, hún var sjúklega vinsæl það voru ógeðslega margir fórna, þetta er 22 og sér þetta þá einunni 2 árum eftir 2 árum eftir að COVID byrjaði það virðist alltaf að vera stundum einn og einn til sem kemur og trekkir að og mér finnst líka mjög jákvætt ef við fyrir með þetta aðeins meira í nútíman það hafa undanfarna mánuði verið að koma út myndir sem eru svona orginal myndir Sinners, Weapons sem eru ekki byggðar á þetta er ekki bók þetta er ekki framhald, þetta er ekki endurgerð. Nei, einmitt. Og það gleði mig svo að sjá, bara, vá, herru, og þeim gekk bara vel í bíó. Já. Eiginlega bara mjög vel. Já, ég sammála. Svona miðað hvað það kostuðu, það var eitthvað svona hæp, fólk fór á þetta, en svo er það líka eins með Barbie og Oppenheimer. Það var eitthvað svona tvenna sem að, mér varst það mjög skemmtilegt. Það er 23, þannig að það er ekki lengra síðan. Mér svo gaf að kemur svona ein og ein, en svo kemur líka mótið svona svartsýnis, þunglindis Hafsteinn. Svona eitthvað, er þetta bara... Já. Þú veist, þegar ég fyrir á nýja mynd í bíó, hún er kannski búin að vera 2 daga í bíó og það er kannski hálfur salur. Já. Skilur, þetta er svo... Já. Þú ert ekki verið svona svör, eitthvað svona getur við litt mér aðeins upp. Það er ekki með svörin. En ég meina, ég held samt... þú veist, að þetta er alltaf svona regla í umræðinni, þú veist, er í bíó og svona degja, blala, þú veist, er streymisveitin að fara að taka yfir. Ég einhvern veginn hefði alveg á tilfinningu það gæti alveg verið að það myndi fækka bíóhúsunum, ég held að myndi aldrei deyja alveg út af því þetta verður alltaf eitthvað þeng, skilur, og það mun alveg koma, þú veist, líka svona tískubylgjur og núna er alltaf ekki cool fyrir krakkan að fara í bíó og eitthvað, þú veist, og það mun alltaf svona haldast inni þessi stemmari, skilur, að vissu leyti. Að við þurfum yngra fólkið upp, sko. Við þurfum yngra fólkið þess að fara í bíó. Já. Kannski eðlilega, ég fer ekki í bíó eins oft í dag. Ég er 41, eins og ég var 21. Já. Ég er bara minni tíma, meira ábyrgð, börn og fjölskyldu. Og mér var svo skrítið í maður þegar pabbi var svona mínum aldri. Hann sagði, ég fer, hann elskar bíómyndir. Hann sagði, Hafsteinn, ég er ekkert á okkar drasli bíó. Og ég bara, hvað er þetta að tala um? Nennir ekki bíó? Svo þegar ég er honum 40, ég er ekki tóka drasl í bíó. Ég vanda mig frekar. Fast and Furious 9 var svona síðasta draslmyndi mín sem ég fór í bíó. Segi ég sjálf að mig. En mér finnst eins og með það, þú veist, að fá krakkana til þess að fara í bíó, þá þarftu líka að búa okkar til þess að trekkja þau að, þú veist, Hollywood reyndi þetta 3D-dót þarna aftur eitthvað. Já. Það gekk ekki alveg nógu vel að þeir alltaf, eins og með allt, það var kannski góð hugmynd. En svo var þetta bara svona blóðmjólkað það var svo útþynnt breyttu sem við myndum bara, höfum þessa bara í 3D en byrju, hún var ekki hugsuð sem 3D mynd skilur, þannig að það er búið að eyðileggja þá hugmynd ég veit ekki, komum við eitthvað svona jákvætt inn í þessu umræðu það er ekki neitt þú hefur sjálf gert bíómyndir sem fari í bíó og eins og með það ferli, ég ætla að spyrja þess út í það þú gerir þá klassadruslæði, hvernig það var klassadruslæði fyrsta myndin í fullri lengd. Já. Þú var aðeins að segja mig frá því að því hún fer í bíó 2021 eftir COVID. Já, í miðju COVID samt. Já, fyrir ekki, í miðju COVID. Þetta var svona gluggi sem opnaði, sko. Við fengum 4 glugga. Þetta var satt 4. glugginn og við bara svona setjum hana bara að stað því við ætlaðum náttúrulega að sýna hana 22. En það var náttúrulega bara loka svo landinu. Svo var eitthvað haustið sem 22 sem var að opnast og þá bara hún, ok, gerum þetta núna og svo bara hún, nei, er að koma fleiri tilfelli aftur loka, þú veist, og þetta var í 4. skipti sem við
ætluðum að sína og þú veist, það var ennþá takmarkanir í bíó, það voru, ég held að það veri eitthvað svona 100 til 150 mann sem áttu vera, þú veist, og allir með 3 sæti á milli og náttúrulega allir með grímur og eitthvað svona, sko. Og hún náði að vera í bíó í 4,5 vikur áður en að landi lokað aftur og við bara, heyrðu, setjum hana bara inn á vottið, fyrst. En ég meina á þessu 4, og þetta er kannski það sem að sýnir, þú veist, pointið sem ég var að koma með áðan, að á þessum 4,5 viku þá fekk hún samt alveg 7.000 manns í bíó. Okay. Með þessum takmörkunum, sem að, þú veist... Það er nokkuð gott. Já, sem að segir að, þú veist, þarna held ég að hafa verið komin bara meira svona virðingin og bara svona, já, þú veist, við þurfum eitthvað, þetta er gamanmynd, þetta er eitthvað skemmtilegt, okkur langar að sjá hana og fólk gerði sér effort í miðjum COVID-glugga til þess að fara og horfa á í bíó, skilur við. Þyrst í það að fara í bíó. Já. Já, einmitt. Þannig að þú hafa góða reynslu þá á þessum tíma með þína mynd allavega. Já. Hún virðist þá að lukkast mjög vel, með að ég meina, þetta er indie mynd, það ekki? Já, þetta er algjörlega low budget. Ég er að segja að þetta er þá frábært að 7.000 manns að fara á hana. Já. Þú lítur að vera ánægð með það. Ég er mjög ánægð með það, sko. En hvernig var það? Þú setur hann í bíó Já. á þessum tíma og myndin tilbúin Og þú ert að sýna almenningi þessa mynd. Stressuð? Já, við varum að stressa þér, sko, og þú veist... Varstu meira stressuð eða spennt? Það var þetta svona 50-50? Þetta er bara eiginlega svona 50-50, þú veist, bæði það að þú veist, náttúrulega á þessum tíma, þú veist, í gegnum allt eftirvinnsluferli eftir náttúrulega búin að sjá þetta rosalega oft og þú veist, að þú ert alltaf að horfa á nýtt klipp eða þú veist, bara klipp, sama klippið svo að því það er verið að vinna einhver öðru, það er verið að vinna litunum, þannig að þú ert alltaf að horfa á sama klippið en það er aðeins öðru þessi litir í því, skiljið, þannig að þú ert búin að sjá myndina ógeðslega oft. Kom með ógeð og þú ert líka búin að sjá allt það sem þú gerði vittlaust þannig að þú ert bara eitthvað, þetta meikar ekki eins og sens, af hverju sá hún þetta, hún sagði þetta ekki þetta, það er risa plott alveg hér, þú veist, þú ert búin að og kannski ofsett að laga það alltaf sent að fara alveg að pæli því og laga það, þannig að þú ert bara eitthvað, oh my lord, ok, þú bara, en þú ert líka bara svona að treysta og geta sleppt tökunum og þú veist, og verið bara, ok, þú veist ég veit þessi mynd er ekkert fullkomin en hún var gerð bara af svo miklu hjarta og svo miklu passioni, þú veist, og ég er náttúrulega mjög feimin manneskja og rosalega með að tala við fólk, en ég fór í bara svona út fyrir líkamann minn við það að reyna að redda allir í þessu, af því allt innu var ég einhver skella sem bara veit nákvæmlega hvað hún vill í lífinu og er bara með allt á hreinu og var bara að biðja bankandi upp á hjá bændum og biðja að fá að taka upp hjá þeim og geti fengið þennan trakt og lána og ég hef aldrei fyrir séð sem manneskja og ekki síðar heldur, skilur við hún bara kom þarna til að hjálpa þér að klára þetta verkefni í rauninni. Já, til að bara gera þetta og þarna, þú veist, þannig þetta er gert með svo miklu svona passioni og allt þetta fólk náttúrulega, þú veist, það er allir að vinna frítt að þessari mynd, skilur þú veist, þannig að var engin laun upp úr þess að hafa og við erum bara að taka þetta á, þú veist, helgar, þannig að þetta tekið alveg frá, sko, apríl fram í september, þú vorum bara að nýta svona helgafrí að því að, þú veist, þú vilt ekki vera lengi að láta fólk taka frí úr vinnunni sinni til þess að koma að vinna frítt fyrir þig, skilur Varstu bókstaflega að taka þetta upp bara lögadöfum og sundu? Já, bara helgar, bara, þú veist, bara helgar. Þannig að fólk þurfti ekki að taka frí úr sinni vinnu, af því þú veist þú ert að biðja risastóran greiða, skilur við. Var það bara fyrir alla, bara... Já, bara allir, þú veist... Allir sem gerði þessa mynd með þér? Já, leikarar, krúið? Já, þeir komu bara helgarnar á tökurnar, þú veist, og þannig gat maður líka svona splitta aðeins niður, þá var þetta svolítið svona eins og hlaup inn í bara svona stuttmynd, þannig þú þurfti bara að redda mat fyrir þessa 2 daga og þú veist, þannig að þú gast svona aðeins verið að borga með, skilur þú veist, og svo, þú veist, og ég náttúrulega sjálf og kannski einhverju nokkrar aðrir voru náttúrulega alveg á haus allan tíman, skilur þú veist, og því að þetta er náttúrulega, þú veist, við erum að gera allt drasli sjálf og búa til og græja og gera, þú veist, ég gæti ekki fengið einhvern til þess að gera það því ég er ekki með pening til að borga honum til þess, skilur. Nei, þú þurfti bara að harka sjálf. Já, og svo bara svona setja þetta inn í bíó og þú veist náttúrulega, og fólk er að hafa gaman á þessu og að fá þessi viðbrögð og þú veist, og þetta að svona margir hafi farið líka á séðana með að við svona fyrstu bíómynd sem maður átt að gera rosalega mikið svona
ok, þú veist, geggjað og svo maður heyra fólk bara svona randomli, þú veist, sem maður hittir eitthvað stelpa sem ég hitt daginn sem var bara, já, gerðið þú hana? Þetta páskamyndun okkar, við horfum alltaf á hana við bústæðum páskana og maður svona, í alvörunni, óvalúar, það er ógæslega gaman. Já, eitthvað sem þú skapaðir. Já. Þetta byrjar það bara sem einhver hugmynd hjá þér, í haustum á þér, svo þú bara skrifar þetta og allt það og ræðileikarna. Svo núna er þetta bara eitthvað sem fólk getur hort á. Ég meni, ég horfði á hana á RÚV og ég sagði þetta aðeins en þannig við byrjum að taka upp. Ég fekk vinkunauðina, Lóvísu Lárin, til mín. Þræli skemmtileg. Ég vissi bara að þið væruð mitt vinkonur og þá var ég búin að sjá hvernig hann var klassadrusla og ekki heldur topp 10. Ég er oflíðilega að fara í bíó og ég veit ekki að fúsla. En mér langaði að sjá þér. Svo sá ég bara og dottirinn RÚV. Já. Og ég skoðaði ekkert mikið RÚV þannig. En ég er svona, hei, mér langaði að hitta Ólu en ég verði búin að sjá myndina. Já. Og ef ég þúli ekki þessa mynd, þá kannski hitti ég hana ekki. Svo sitt ég hann á play og ég hló oft upp átt, sko. Já. Það er eiginlega mesta hrós ég get gefa þér að ég og mér var ekki, svo þetta líka skipti mér mestum á því að ég var í bíómyndir. Mér var ekki sama personar. Skilur, ég hélt með þeim, það var ákveðin hluti sem ég vildi sjá gerast fyrir personar. Já. Eins og bara hvernig hún spoiler, hvernig hún endar. Já. Ég vildi þennan endi, skilur. Eða þennan enda. Mér var ekki, maður horfst um bíómyndir og mín versta upplifun þegar maður horfst bíómyndir er bara ef mér er sama. Já. Ef mér er sama personar, þá skiptir engu máli hvað hendur miklu peningum í eitthvað sprengingar eða eitthvað geimverur eða eitthvað hasardri. Mér er bara sama. Já. Þannig að það var svo gaman, mér var ekki sama og ég hló. Já. Þannig að mér varst það skemmtileg. Já. Takk fyrir það. Þetta var kannski mín svona mynd sem ég tek reglulega einu svona ári. Já. Nei, og mjög vel heppnuð og svo gaman líka þegar maður sé svona indie myndir. En þegar ég horfa á hana, auðvitað, ég vissi til þess ekki að maður bara tekið upp á helgar, mér finnst það geðveitt. Og þú veist, svolítið langt töku tímabil væntanlega, af því þú ert að skipta þessu niður á þessa daga. Já. En mér finnst ég ekki sjá það í myndinni. Nei. Mér finnst ég ekki sjá eitthvað, þetta er bara eitthvað sem að hún hefur þurft að flýta sér að gera þetta eða Já, einmitt. Ef þú tala ástríð, þú sér það ástríð í myndinni. Já. Það er smitandi. Það er nefnilega mjög smitandi og þú veist, það var ógeðslega gaman að sjá hana loksins á RÚV. Það er náttúrulega langt síðan við, þú veist, RÚV er búin að vera með hana í svolítið langan tíma. Sátu þér á henni? Þeir sátu á henni, alveg hell lengi, sko. Veistu, er eitthvað sérstök ástæða fyrir því? Ég bara, þú veist, þeir eru bara, ég veit ekki. Það er allavega búið að vera breytingar, skulle ég segja það bara. Já, ok. Og þarna, en svo loksins settu þeir hana í bíó og þú veist, þarna Vestló og Nei, bíó, menn settur á RÚV. Já, RÚV fyrir ekki, já. Og mér fannst svo gaman, þú veist, að heyra bara svona þulinn vera, þú veist, að lesa hvað hún væri og eitthvað og svo var hann að byrja og ég var svona eins og smástelpa aftur og myndin, þú veist, sat þarna með nokkru vinum og þetta var bara svona þing, við vorum bara að horfa á myndina á RÚV sem var óslega svona skemmtileg upplifun og þú veist, eins og ég segi, þú veist, margt sem hefði getað farið betur en bara svona hjartað, svona tilfinningin verður alltaf að þú veist, nú er svo krútleg, ég elska þessa mynd, ég mun alltaf gera það, þetta var svona litla óþekka barnið sem var svo bara óks og grassi og varð frábært, skilur við. En svo einmitt, því að þú talar eitthvað, þú er bara að horfa á meilir sem á hana eða eitthvað atriði og þú sér eitthvað svona, ég ætti að gera þetta öðruvísi eða, þetta er svona og eitthvað. En ég vil það, skilur við, það er mannlegt. Já. Því hún tala þetta AI-dót, ef AI hefði gert hana, þá kannski hafa verið fullkomin. Já, einmitt. Skilur gæslappa, fullkomin. Það er boring. Ég vil freka fá eitthvað svona, við erum alls svo gölluð og list hjá mannfólki er gölluð líka. Það er sem gerir þetta fyrir mig allavega skemmtilegt. Já. Þannig ég var ekkert að spotta eitthvað gallabeint sem þú ert að tala um. Nei. En þú veist, það er sem gerir þetta mannlegt. Já, alveg samanlega. Og þú veist, og maður líka, ég held að ég vona að það verði alltaf þannig eftir hvert einsta skipti sem að ég fæ þann heiður að fá að gera bíómyndir að ég mun alltaf vera bara, ég vildi ég hefði gert þetta betur. Því að við verðum einhver tíma bara, nei, þetta er fullkomið. Hvað á ég þá að gera? Þá ertu honum hundleðileg. Hvað á ég þá að gera næst, skilur? Þá ertu glóðin eitthvað svona róka gikkur, bara þetta er allt sem ég geri, þetta er bara fullkomið. Þú verður að sjá eitthvað svo getur kannski, já, þannig lærum við. Já, skilur. En þegar ég ætla að spyrja þig, hún kemur til bíó, 7 ára sjá hana, þú sá hann í 4 vikur í bíó
svo fer hann, svo ekki vottið, Jú. það þá síminn eða eitthvað sem getur leikt hana? Já, þú getur leikt hana. Enda sín á því að koma, nokkrum ára setna, loksins á RÚV, en þú gerir síðan aðra mynd, Top 10 Must, kom hún ekki bara í fyrra? Jú. 24? Já. Það þá 3 ára milli, já. Þá ertu náttúrulega með eina, svona, í farteskinu, bíómynd, búin að gera eina. Já. En ég er mér forðan að vita ferlið, sko, eins og með kvikmyndasjóð, styrki, redda krúi, leikurum, eitthvað. Að þú ert þá með, þú getur allavega sýnt fólki mynd eða sagt ég er búin að gera þessa, eða fólk kannski í bransunum vissi af klassadruslu myndinni, var þetta auðveldar að gera mynd nummer 2, hvernig var það? Já, sko... Þú byrjar á mynd nummer 2. Já, bæði og, af því að þú veist, það var, sko, klassadrusla fekk engan stöðning og það var bara, þú veist, ég reyndi að sækja styrki fyrir hana og þú veist, það var bara ekki góð reynsla sem að koma einhvern veginn út frá því að þú veist, þeir var þetta bara alveg glata. Þess að fegstu neitun? Já, ég fekk neitun. Þú prófaðir að sækja og fegstu neitun? Nokkra neitanir, sko, og þú veist, og það var bara alveg, þetta er ekki bara, þú veist, þetta er ekki það sem við erum að leita og en ég hugsaði alltaf að þetta er að því bara ég er ekki með neitt á bakinu, ég er ekki búin að gera neitt. Þess vegna er að segja nei að því þetta er svona, þú veist, kannski eitthvað of basic hugmynd fyrir það og eitthvað og ég er ekki með neitt á bakinu þannig ég get ekki sýnt fram á að ég get gert þetta, skilurðu. En má ég spyrja hennu, og þú varst ekki verið í smáadri, en þú veist, var þetta eitthvað 65 ára gamall kall sem sagði, nei, þetta er ekki góð gott. Skilurðu, þú veist, er það markhópurinn? Að ég hef heyrt svona sögur, ég er búin að fá til minn alls konar kveimningar fólk. Nei, þeir sem voru að segja nei, þú veist, var ekki markhópurinn fyrir myndina, skilurðu. Við skulum bara orða það þannig. Grunaði það, en ok, sorry, halda fram. Já, og þú veist, og það var alls konar svona ferli, þú veist, við með þess að líka þegar við vorum búin að taka hann upp þá heldum við getum mögulega að fengja eftirvinnslustyrk því núna vorum við með efni til að sýna þú veist, hérna er mynd og þú veist, eitthvað. Já, þú getur auðvitað sótt það eftir eða þess að ef þú ferð ekki framlýststyrkin þá getur þú sótt eftirvinnslustyrk, þú veist, þá ertu með myndinni sem þú getur sýnt þeim og þá geta þeir, þú veist, skoða það og gefa þér eftirvinnslustyrk. Já, það er alveg aðskilið, þetta er sér dæmirinn. Já, ok. Og en þeir neituðu okkur það líka, sko, og Það er eitthvað 65 ára kall horfði á hann og sagði, þetta er ekki fyndið. Já. Okay. Og ég bara svona, ok, þú veist, þeir eru bara ekki að fara að hjálpa okkur, við þurfum bara að finna út úr þessu og í rauninni í öllu ferlunni var náttúrulega eftirvinnslan, þú veist, er langdýrust, skilurðu, þú veist, af því að við náðum að, þú veist, reddu sá svona svolítið eigin pening með, þú veist, og afslætti og fólk að vinna frítt, en svo, þú veist, kemur inn í eftirvinnsluna þá náttúrulega þarf að setja myndina saman pínu fagmannlega til þess að hún verði ekki of mikið low budget looking, skiluru, þú veist, og það var alveg smá peningur, sko. Það var eitthvað svona kollugreitana og... Já, bara allt þetta til að setja hana bara í hennan pakka sem hún endaði í, sko. En svo, þú veist, sko, meðan ég er í tökunum á klassadruslu 2019, þá fekk ég já við fyrsta handristyrk fyrir Top 10. Og svo er ég bara áfram eitthvað svona að vinna í því auka og ég er svo að hitta þetta fólk eitthvað svona randomly sem að þú veist, á riffhátíðum eða einhverju svona kvikmyndatengdu viðburum og þá eru það alltaf eitthvað svona, já, klassadrusla, henni gekk nú rosa vel, hún var rosa flatt og eitthvað, og maður verður svona, þið segðu öll, nei, hættu þessu bulli. Það er svo öll að koma eftir og segja, þegar myndin gengur vel, vá, flott. Já, einmitt, og svo, þú veist, náttúrulega förum við eftir hérna framlýststyrknum bara með Top 10 og, þú veist, þetta var svona, þú veist, þau voru ógeðslega hrifin á hugmyndinni en við þurftum samt aðeins svona að sanna okkur að þau voru ekki alveg viss, þú veist, við vorum með þessa mynd á bakinu en þetta væri svona fyrsta, þú veist, svona styrktaverkefni sem við værum að fara að gera og áttu náttúrulega, þú veist, vera það svolítið svona stærra og meira sig og vildi aðeins fá svona smá, þú veist, eins og þau vildi hafa smá svona puttan í að það kæmi inn einhver svona line producer sem væri með mikla reynslu að því að vera og setti upp og keyra það og þú veist, þau vildu fá svona aðeins meira svona vant fólk inn í. Sem heldur þau utanum peningin að budgeti, þetta tala um eitthvað svoleiðis, eða? Já, bara heldur utanum bara að rönna, þú veist, settinu, þannig að þetta gangi allt upp, sko. Og þú veist, sem að var bara brilljant hugmynd líka, við fengum náttúrulega bara algjörna snitting til þess að koma þar inn og
Svo er ég náttúrulega að taka þetta upp með Birturán sem að þú veist, hún hafði aldrei tekið upp aðrana bíómynd í fullri lengd, þannig það var líka svona eitthvað, þú veist, ég og hún þurftum að vera með eitthvað svona kynningu hvernig við ætlum að rammið inn og þú veist, eitthvað svona, þannig við þurftum alveg svona smá að berjast fyrir því að fá styrkinn, skilur, og sína, þú veist, að við værum búin að pæla í þessu, við vorum með hugmyndir, þú veist, og sem var alveg svona, þú veist, í skilða að vissu leyti en samt má maður pínu bara eitthvað, er þetta í alvörinu nöðsilegt, er það bara En má ég þá spyrja líka, ég verð að skjóta inn í þetta svo, ég ætla ekki að trufla en ég verð að spyrja þig kveikmyndasjóður það er apparatið sem þú veist, ef þú er kveikmynd að gera maður, kona og ætlar að gera bíómynd, þú ert for styrk þú er ekki bara eitt apparat sem þú getur haft sambandið, er það ekki kveikmyndasjóður eða Jú, hérna heima, sko. En það ekki? Jú. Það er bara kveikmyndasjóður? Já. Og þeir bara ráða öllu? Já. Ok. Þeir hafa væntanlega eitthvað svona budget. Bara, við höfum 600 miljónur ári eða eitthvað til þess að segja já eða nei við ýmsum verkefnum, en þetta er það sem við höfum. Já. Þannig að Balti fær inn á 300 og svo, þú veist það, ég meina það er alltaf sem að lesa, þú veist, ok. En mín spurning til þín, finnst þér þetta ekki vera svolítið á þeirra ábyrgð kveikmyndasjóðurinn út af þessu valdi sem þeir hafa yfir þessum iðnaðina heima að styrkja nýja kveikmyndagerðina? Jú, alveg 100% og ég er búin að vera að segja þetta í mörg ár að allt sem að fyrir þarna inn ætti að vera nafnlaust, þannig þið get ekki séð hver á þetta og velja bara það sem er best. Góð hugmynd. Það er mjög góð hugmynd. Þá getur enginn sem er eitthvað svaka nafn komið að neina og sagt, hei, ég er með hugmynd, hérna eru 300 milljónir, þú veist. En það er svoleiðis. Það er þeng, skilur við, já. Og þannig á allt bara að vera nafnlaust og þú genjulega bara að ég held að þetta verkefni sé eitthvað sem myndi virka og hendar vel inn að heima og kynir Ísland rosalega flott og þú veist, þetta er bara perfekt. Og það getur verið bara einhver sem var að gera þetta fyrsta skipti, skilur við. Og þá er það bara þannig. Þið sögðu já við hann að þetta var góð hugmynd, þannig að þið verður þá bara að fylgja því eftir og hjálpa honum að gera þessa mynd. Því auðvitað skilja, ég er ekki að skjóta á Baltasar, alls ekki. Hann er alltaf stærsti svona leikstjórn okkar. Eðlilega, hann er búin að gera fullt af efni, það gengið vel og eitthvað svona. Ég skil alveg að svoleiðis fólk fái mikið útluta. Ok, en það sem ég skil ekki, ég veit náttúrulega ekki hver talan er, segjum bara 600 milljónur ári. Segjum það. Já. Ég skil ekki okkur að það er ekki þá 300 sem er kannski setta til hliðar fyrir reynslu meira fólkið. Já. En svo ertu kannski með, ok, kannski alveg helming, en stóran hlutaði. Já. Fyrir yngra fólkið. Já. Af því hvernig ætlum við að endurnýja bransan ef að það fólk fær ekki pening? Nei, þú veist, þó væri ekki nema bara, þú veist, einhver svona smá prósent af því sem væri þá, þú veist, einu svona árið þá er einhverjir 1 eða 2 sem að upprennandi nýjir sem að fengju það, skilur við. Þú veist, og það væri bara svona sér apparat. Það væri bara mjög sniðugt, sko. Til þess að þetta virka. Já, I don't know. Við erum að leysa hann hérna, bara í þessu podcast-þætti. Þetta er málið. Bara sorry, mér finnst það að vera svo mikið common sense. Já. Að því ef þú lætur bara reynslu mikla fólkið, fá meðlutan af peningunum og nýja fólkið, bara sem það þú ert að gera þína fyrstu mynd. Já. Fyrir nokkrum árum. Og þú ert að sækja þetta til styrkjum. Ég er búin að fá þannig på tíminn nokkra sem hafa verið að harka í þessu. Hafa svona miskoða reynslu af þessu. Og þetta virðist bara oft endi einhvern veginn á því sama. Þú kannski með eitthvað handrit sem að er sniðugt. Ég meina, hvað ert þú gömul þegar þú sendir inn til dæmis eins og fyrir klassadröslu? Bara reyna að fá styrk. Ég meina, ertu ekki undir 30? Já, ég er svona 27 eitthvað. Já, ok, 27 ára. Já. Sorry, 27 ára gömul kona er kannski ekki alveg með sama húmor og kannski 60 plus ára gamalt kall. Nei, bara sorry. Þannig að þú veist, sorry, það bara pirra mig að ég vil sjá unga fólki komin. Þú veist, hvað er unga fólki? Já. Hvað eru ungu leikstjórnar handisum? Og það er líka, sko, að því að þú veist, það sem að pirra mig líka er að, þú veist, ég er ennþá náttúrulega að sækja styrki, ég er ennþá, þú veist, að fá hugmyndir, setja hennur á blað og pröfa að senda inn styrki og ég er að fá fullt af neyjum sem er allt í lagi, það koma nei og það kemur ástæða, þú veist, þetta er ekki nóg vel þróað, þetta vantar bara blá og ég er tilbúin til að taka þessu öllu, vinna bara betur með þetta og gera upp á nýtt, þú veist. Og ég held samt áfram, ég er alltaf að sækja og þú veist að versta sem gerist er að ég fæ nei og fæ einhver feedback á verkið sem ég er að reyna að sækja með. En þeir sem eru búin að vera í hérna lengur, þeir þurfi ekki að fara í gegnum þetta ferli. Þar finnst mér þetta vera
Já, mitt. Þar klikkar þetta, af því að af hverju eiga þeir ekki líka að setja niður synopsis á 4-5 blessur og láta dæma það og fá feedback á það, skilur af hverju, þú veist, ég veit þeir hafa gert bíómyndir áður, en ég hef líka gert bíómyndir áður, þú veist, af hverju erum við ekki í sama klassanum, skilur ef við erum komið með þetta langt, Klíka. Það allt svona í Íslandi. Það bara því miður. Bara klíka, hver þekki hvern og eitthvað bla bla. Og ég má skjóta á þetta dæmi, en ég ekki að sækja um einhverju styrkja þetta. Og ég ekki að koma þér, ég vil ekki eitthvað að þú komið þér eitthvað vandræði. En mér finnst það bara svo asnalegt, að því að við verðum að endurnýja fólkið í bransanum svo það sé einhver framtíð. Já. Og mig langar að sjá bíómyndir eftir einhvern sem 23 ára. Já. Skilurðu? Mér langar að sjá það fólk líka fá sjensa og ég ekkert að tala að ég að henda fleiri milljónum bara í eitthvað en í guðana bænum, eins og hvernig væri að byrja þessu sem þú varst komið núna nafnlaust. Ef að prófa það? Já, pröfum það. Og ef eitthvað sem 22 að skrifa það bara eitthvað drast handrit, ok, þá mér líklega að svo manneski fái neitun. Já. En ef þú varst með eitthvað 22 sem skrifar eitthvað geggja handrit, þá varst mér fárlegt að það stoppi út af því að manneskinn ekki með þekkt nafn eða eitthvað bla bla. Já. Þannig finnur eitthvað talent. Það að róa með þess. Okay. Ég er búin að eiga svo mörg svona spjöll, bæði í þessu podcasti og fyrir auðvitað við alls konar fólk sem hefur reynslu af einhver svona sækjum styrki og mér finnst þetta rosalega, mér finnst þetta úrelt. Þetta er úrelt, sko. En ég held samt að það verði eitthvað aðeins að shake upp í þessu núna, þú veist, það er náttúrulega Gísli búin að taka við núna fyrir nokkrum árum. Var ekki einhver manneskja, var að kona sem var yfir sín 25 ára? Laufey var í þessu í einhver 20 og eitthvað pluss ár. Það sem fyrir það fyrsta er tæknilega sér ólöglegt, skilur þið. Þú veist, þú mátt ekki vera með sama manneskjana svona lengi yfir svona rekið. Ef það er ekki ólöglegt, þá ætti það að vera ólöglegt. Þetta er Ísland ólöglegt, það er ekkert ólöglegt. Af því það þarf alltaf að vera breyting, skilur. Það þurfa alltaf að vera svona stjórnarbreytingar á, þú veist, 2 ára fresti, 4 ára fresti, hvað sem það þarf að vera eitthvað, skilur þessi með þessa áherslu, en að vera með sömu áherslunar í 25 ár er bara mjög óheilbrigt. Galið. Og þú veist, þannig að ég veit að allavega það er eitthvað svona að sjússast þarna inni núna og mögulega eitthvað svona sem er í vinnslu og þú veist, veit ekki það nákvæmlega hvað, en mér finnst mér þægilegt að nota kvikmyndasög sem svona vettvang til þess að senda inn bara fyrir alls konar hugmyndum sem er að fá og ég hef aldrei, þú veist, ég held að feedbacki sem þeir gefa manni er aldrei eitthvað svona persónulegt, þú veist, þeir eru bara honest og segja bara annarkvært, þú veist, ég fengi alveg bara skelfilegt feedback sem er bara eitthvað, hvaða rusl er þetta? Varstu sammálaði? Nei. Þú veist, ég veit, sko, þess að ég meina með því, eðlilega finnst þetta að vera eitthvað varðið, þú veist, þú sendir þetta inn, já. En svona, þegar þú lastið þetta, varstu svona, ok, ég skil hvað tala, eða varstu bara, þetta er fáránlegt? Já, í sumum tilfellum sé ég alveg bara svona, já, ég sé nákvæmlega þetta sem þú ert að tala þú veist. En í öðrum tilfellum þá er ég bara svona, ég held að þú sért að miskilja, en það þýðist þá að þetta er ekki nóg skýrt hjá mér, þannig ég þarf að skýra þetta skýra svo þú sért ekki að miskilja þetta, skilja. En frá sumum manneskju hef ég líka fengið bara geggjað, bara já, þetta að fara áfram fyrir annað verkefni, skilur þú veist. Þannig þetta er ekki persónulegt, þetta er bara svona, þú veist, þeir lesa eitthvað og þeir annarkvæmt fílaði það ekki, skilur og mér finnst það rosalega þægilegt upp á að því feedbacki sem ég hef yfirleitt alltaf fengið feedback þannig sem ég get actually notað og unni með en ekki bara eitthvað, nei þetta er glatað og svo bara ekkert meir, þú veist, ég fæ alltaf bara svona af hverju þetta er ekki að virka og hvað það er sem þyrfti að laga og þú veist, sem er mjög þægilegt upp á að notað og með það að gera, sko. En ef við fyrir aftur í top 10, að því að þú varst að segja það að þú þurftir svolítið svona selja með þetta. Já. Og svolítið svona rökstuð af hverju það verður góð mynd eða eitthvað. Já. Og já, kannski þurfa ekki allir að gera það og svona kannski að segja það. Ég var svona pínu að svona, þú veist, kannski mögulega get ég skilið þetta, en samt að því við erum búin að senda svo ógæslega mikið efni inn á þessum tímpúnti, þú veist, að því að með allir þessari umsókn þarf að fylgja svo mikið, þarf að fylgja, þú veist, greinagerð leikstjóra sem útskýrir allt þetta sem þú voru að beða ykkur að gera. Hún útskýrir, þú veist, hvaða visuálið, hvaða linsur ég ætla að nota og af hverju og hvað ég ætla að taka upp, bara allan pakkan. Þarftu að segja það? Já, bara allur pakkin, bara hvernig
myndin mun líta út á endanum og hvaða reffar ég að nota og ég með, þú veist, það myndir inn í þessu skjali og þú veist, þannig þetta allt þarna, en samt þurfti ég og Birta að koma og vera með einhverja svona kynningu fyrir þú líka sem voru basically bara svona að telja upp sömu hlutina, þannig ég veit ekki alveg af hverju við þurftum að gera það og mér varst það pínuskrítið. Tek það fram að voru svona bara miðaldra kallar inn í herbygginu. Nákvæmlega, það sem ég grunaði. En svo, þú veist, allavega kemur bara loksins jáið, þú veist, bara ok, við treystum ykkur, þið bara farið af stað og gerði þetta, þú veist, með þessi skilir að þið fengu hennar reynda line producer og svo var þetta bara go. Sko, ég reyna á rólur. Já. Að þú tala um þetta, það er, víst, núna til dæmis, eru alltaf að reyna að auka eitthvað svona fjölbreytileika. Eins og við tökum bara kveimdagerð. Þú veist, það verður að reyna að koma inn, bara svo, hei, leifum öðrum röddum núna að segja sína sögur. Já. Sem alltaf bara gott. En á það þá ekki við líka, eins og segjum við sem eitthvað svona panel, þú ert hjá kveimdasjóði, sem þú ert að samfara um. Já. Bara ein hugmynd, ég veit ekki, er þetta 6 manneskjur eða 5 eða, þetta er eitthvað smá teimi eða eitthvað? Já, þetta var eitthvað 4, minni mig. Ok, er möguleiki að hafa eina manneski það sem er undir 35 eða eitthvað, skilur? Já. Skilur hvað er að fara? Já. Er það möguleiki að hafa þetta þá aðeins, að því ef þú ert með, þetta er svo mitt áhugasvið, er ekkert það sama og hjá frænku minn sem er 17 ára, eða eitthvað, skilur? Við erum ekkert allar með sama áhugasvið. Þannig að það er galið, ef að hún til dæmis, hún er kannski aðeins eldri, var að sækja styrk, og svo var þetta bara útgára mér. Ég kannski árið 50 okkar, 60, bara þetta er ekki gott. Mér finnst það bara svo skrítið. Já. Og ég myndi ekki segja neitt ef þetta væri kannski 5 stofnanir sem þú getur farið til. Já. En það er bara 1. Einmitt. Þú veist, það er ekki svo ykkur samkeppni beint. Nei, einmitt. Þetta það er svona, þarf eitthvað stokka vel upp í þessu. Stokka svolítið upp í þessu, það er alveg rétt, sko. En ég meina, fyrsta pælingin væri að senda allt inn nafnlaust og sjá hvað myndi gerast. Ég var mjög til í að sjá það, sko. Það kostar ekki neitt. Nei, kostar ekki neitt. Þú veist, svo hugmynd, briljant hugmynd, ég var ekki búin að pæla í því, það er kannski einhver nefnt af mig áður, ég var búin að gleyma þið, en það er góð hugmynd, en þá er búin með handrit, bara titil, og þú veist ekki neitt. Nei, veist ekkert. Ekkert, hvað gerir það? Ég fíla það. Það getur mjög góð hugmynd og svo kannski aðeins stokka upp í að þau hafa svo mikið vald. Já. Þau eru stjórna hver framtíð iðnaðarins verður. Já. Að því þú verður að fá peninga til að gera bíómyndir. Já, og svo líka, þú veist, ég hef náttúrulega skil, kannski þau eru kannski með eitthvað svona ákvæðna stefnu, þú veist, þau eru að horfa á hvað myndi láta Ísland líta vel út eða eitthvað svona kjaftaði. En það þarf einhver svona ákveðin partur af þessu eða allavega að vera með eitthvað svona aðstoð með til dæmis bara svo fleiri genre, þú veist, eins og bara með að gera hryllingsmyndir eða gammamyndir eða þú veist, allavega ef að þeir eru ekki alveg tilbúin til þess að henda einhverjum 100 milljónum í það en að koma þess samt eitthvert og mögulega hjálpa þær að sækjum á hátíð erlendis sem getur fjármagna á mótið, eitthvað svona upp og það sé bara meiri fjölbreytileiki að því það er líka alveg stór ástæða fyrir því að kannski mikið af fólki og ungum krökkum er ekkert endilega að fara í bíó, sérstaklega ekki á íslenska myndir, að þetta fyrir þeim öllum er þetta allt bara svo eins, þetta er alltaf bara eitthvað svona drama og þau eru bara, mér langar eitthvað drama, mér langar að sjá, þú veist, fólk á mínum aldri eða mér langar að horfa á góðar íslenska hryllingsmynd eða þú veist, en það er ekki í boði að því það er ekki peninga fyrir því, það er bara peninga fyrir einhverju sem að sýnir falleg fjöll á Íslandi. Já, það er með þess að ég ætlaði að spyrja það næstu tíð, það er einmitt svona genre, svona tegundra bíómyndum. Það sem mér finnst magnað, við erum með alls konar sögur, Íslendingar, með alls konar sögur, sem var að búa kannski til eitthvað cool, svona eitthvað hryllingsmynd, eitthvað. Já. Og ég tala ekki hryllingsmyndir eru bara mjög þekktar bara í heiminum fyrir það að það ganga, það er græða oft mikið pening, að það getur verið ódýrar, og þú þarft ekki stjörnur til þess að selja þér. Nei. Þú getur bara verið með Blair Witch Project er náttúrulega bara frægasta dæmið. Kostaði ekki raskat og græti skriljónir bara með, það var sniðugmynd,
markaðsherferðin var snið og allt þetta. Af hverju erum við ekki að gera það til dæmis? Af því það getur enginn sagt með það, Hafsteinn, það er ekki hægt, það er svo dýrt. Nei, þetta... Segðu Blair Witch liðinu það. Já, þetta þarf ekki að kosta eitthvað svona brjálaðan penning, sko. Nei, heldur hann ekki hjálpa. Segjum að þú er með eitthvað hugmynd af eitthvað hryllismynd. Bara ég er með geggja hugmyndina hryllismynd og ég er búin að passa það, þú veist, mér sýnist að þetta verður ekkert það dýrt. Segjum bara að þú ætlar að gera draugamynd. Bara að hún gerist á einu hóteli, eitthvað. Ef að þú fengir, segjum að budgetið væri, þetta er alveg að kosta svona 20 milljónir. Það er ekkert mikið einu sinni. En segjum að þú fengir, herru, við ætlum að láta það fá 10. Já. Það er ekkert mikil peningur fyrir kvikmyndasjóðin, en getur verið hellingur fyrir þig. Já, einmitt. Og gefið bústið til þess að gera þessa mynd og klára hana. Já, en bara með svona verkefni sem að þú þarft ekki eitthvað stórt krúi eða eitthvað svoleiðis. Ég er að segja það, þú kannski búin að vera sniðug. Kannski er þetta ekkert stór mynd þannig. Þú ert ekkert að koma með Lord of the Rings og vilt fá, ég þarf að fá 6 milljarða hérna til þess að gera þetta. Nei, einmitt. Þú veist, það ég skil ekki. Heldur það ekki gaman fyrir okkur að fá í bíó reglulega? Jú. Herru, eitthvað ný hasamynd eða einmitt grímmyndir eða hryllingsmynd, herru, íslensk sci-fi mynd. Já. Eitthvað sniðug sci-fi mynd sem þú ert ekki til að kosta alveg handlegg. Já. Myndi það kannski trekkjað yngra fólki í bíó? Já. 100%. Þurfum eftir að finna senni. Förum aðeins að róa okkur. En kláraði, ég kannski múið tröflaði smá, ég bara með þess að heiti Hamsi. Top 10. Já. Þú allan að gera hana. Já. Og þú fékkst þá einhvern styrk. Já, ég fekk styrk fyrir henni. Ég veit ekki alveg, ég man ekki hvað það var mörg prósent af heildarupphæðinni. Ég náttúrulega er með framleiðendur, þú veist, bæði, þú veist, mitt framleiðslu fyrirtæki er að sjá þetta með framleiðenda sem er að þá að sjá þetta á móti Kisa, líka Kisa Production. Já, einmitt. Og þú veist, þannig þeir eru kannski meira inn í svona peningamálum. Hver er með Kisa? Er það Júlíus Kemp og þeir? Já. Já, ok. Og þú veist, já, en við fáum alveg bara svona ágæti summu frá kvikmyndasjóði til þess að láta þetta ganga og gera þetta. Nú, já. Já, og og þetta var alveg, þú veist, skemmtilega upplifum líka að, þú veist, eftir hitt sem var mikið hark og eitthvað svona dót, að þá fara alveg inn í svona þar sem að, þú veist, ég náttúrulega þurfti ekki að vera í öllu, en á sama tíma þá var ég líka, sko, þú veist, náttúrulega helmingurinn af mínu fyrirtæki sem að, þú veist, á helmingina af myndinni yfir höfuð og ég fann svo mikið fyrir því hvað elskuði fólki sem var svona í kringum mig var alltaf að venda mig fyrir einhverjum svona, þú veist, drama eða, þú veist, einhverjum svona leiðindum svona, sem að þú myndi gera á basic hefðbundu settið og vilt alltaf venda, þú veist, leikaran og leikstjóran og bara ég er ekki að trufla þá svona sköpunargáfu. En ég er náttúrulega bara ógeðslega forvitin og ég er alltaf svo vön því að vera inn í öllu og vera með, þannig ég sensaði bara leið og ég er bara svona, hvað er í gangi? Og þau bara, nei, þú þurft ekki að, nei. Og var það þá eitthvað svona, kannski eitthvað vandamál eða vanda pening, eða þetta er dýra en þið heldu, eitthvað svoleiðis? Já, eitthvað bara svona auka sem að koma upp á, þú veist, kannski vanda, þú veist, varð síminn sem það áttu að nota, varð og vart eftir einhver staðar og þá þurftu að sækja hann, bara eitthvað svona auka sem að, þú veist, myndið, þú átt ekkert endilega að láta ákveðið fólk vita því að það getur panika svo mikið, skilurðu, en ég er svo vön því að vera í, þú veist, vera í öllum sætunum, þannig að, þú veist, og fljóta svona hugsa í lausnum, það er það sem maður hefur lært bara svona með því að vera alltaf í harkinu og eitthvað, þannig að, þú veist, við vill frekar að þau myndu bara segja mér það í staðin fyrir að þau eru að leika einhvern svona féluleik núna til þess að svona hlífa mér, svo ég var ekki eitthvað að panika og svo er ég bara eitthvað svona, þú veist, ef þið segja mér þetta bara, þá bara redd við því, skiljur. Ok, þá bara flott, þá bara byrjum við frekar á þessu og byrjum bara þar, let's go, þú veist. Það þarf ekki að vera vandamál. Og var það síðan þannig, þegar þú varst að gera myndina, að þú fékkst að vera meira svona... Nei, þau heldur allan tíman einhvern veginn að þau væri að reyna að venda mig, en það var að gera mig meira brjálaða, að því að svo er ég líka þannig paranoid að fór harti að tímabili byrja heldur að hugsa bara, er það að tala mögulega mig? Baktala mig? Það var bara, þú segir mér það bara. Hvað er það að tala um? Hvað er í gangi? Ég vil bara vita það. Og hvernig fannst það að ganga í rauninni að gera og bera þetta saman við fyrstu myndinni hérna? Já. Fyrir utan þetta, þannig að fyrst þú eitthvað svona allavega pening til þess að hjálpa til að klára myndina. Já. Var þetta minna stress? Var myndi halda það? En þú varst að tala um svona þau að pískur hótt í hotn eitthvað? Já, svona, þú veist, já í rauninni. Fyrir mig var þetta alveg, þú veist, minna, en það var kom líka alveg á móti sem það var ekki að virka, sko. Og ég held að
það hefur verið svolítið þetta disconnect frá mér og hinum framleiðandunum, að því að þú veist, ég náttúrulega var með í, þú veist, príframleiðslunni, þar sem að maður var sjálfur að redda og greiða og gera, og svo var ég búin að ákveða það og ég sagði þið öllum það að þú veist, á ákveðnum tímabúndi þá ætla ég ekki að vera lengur partur af þessu og bara fókusa á leikstjórnuna, þú veist, og þannig ég gaf boltan það áfram til einhverja svona annara og svo var ég að koma að stað að það var eitthvað vesen á, þú veist, tökudeginu þar sem ég var búin að ráða eitthvað til þess að koma og vera þarna og það var löngu búið að ákveða það, allavega þegar ég var í príframleiðslunni var búið að ákveða það og þessi dagur bara ganga ógæsla illa, bara alveg skelfilega og ég skil ekki, þú veist, ég er búin að af hverju er þetta ganga svona illa, þú veist, hvað er þessi gaur og þá bara, nei, framleiðandinn var búin að hætta við hana því hann var á dýr og ég bara, en það kostaði okkur auka tökudag sem var ennþá dýrari. Ég vil að segja að það kostar pening. Ef þú veist, leyfi mér að vera með í upplýsingaflæðinu af því að þótt ótrúlegt séð þá actually veit ég stundum hvað ég er að gera. Þú veist, mér finnst þess að ef ég hefði fengið að vera aðeins meira með þá hefði ég náðu að leysa þetta, skilur við. Já, betri hátt, já, einmitt. Svo eins og það líka bara, kostar hellingi einmitt, bara auka tökudagur. Já, það var bara miklu dýrara heldur en að fá hann að gauða þarna í einn dag sem hefði kannski kostað, þú veist, 250 skall að fá hann. Já. En í staðinu auka tökudagur, þannig erum við að tala kannski 11 milljónir, skilur við, þú veist. Þetta alveg mikill peningur á milli, sko. Vá, veist þetta vera svona ekta svona íslenski svona, í staðan fyrir að horfa á stóru myndina, já. Þá bara horfa, neða, það kostar svo mikið núna. Já, en hitt kostar meira. Í staðan fyrir, þetta er típist. Já. En þegar þú sérst klárað það þessa mynd, varstu lengur í svona post á henni, eftirvinnslu? Heldur hún á klassastruslu? Já, við vorum svolítið lengi í post á þessari, sko. Og var það þá að klippa hana eða eitthvað svoleiðis? Fannst þér? Já, það var tíma... Nei, það var meira kannski að því að þarna, þú veist, það okkur gekk ekki alveg nú vel til að byrja með þarna klippir í þið, sko. Þú veist, við byrjuðum með eitt klippara sem var svo ekki að ganga upp og þú veist, og myndin var svo lengi búin að vera eitthvað einn svona að það var ekkert að gera stíðinni, skilur við, en svo fengum við náttúrulega Elizabeth Ronalds sem bara kempa, hún var það legend hún kom og sá klippja okkur og við báðum hann að koma bara til að gefa okkur punta en hún sá eitthvað svona, þú veist, það er eitthvað perla í þessu en það þarf að bara endurklippa þetta allt saman, þú veist. Og hún var það sko svo reynslu mikil. Já, og svo náttúrulega bara töluði við hana bara, vilt þú kannski? En var það ekkert mála? Hún var til í þetta, hún var heima og hafði tíma og ég bara, hversu cool? Hún er að klippa sko stórmyndir. Ég veit það. Og ég meina, hún sagði bara já og... Já, hún var til í þetta og bara geggjað, bara þvílíkt tækifæri að fá að vinna með henni, sko, og bara svo, og þarna sástu bara svo, þetta var svo fyndið að því að ég og Birta tökukona, við vorum báðar orðnar svolítið sýrðar eftir hitt ferli, að vera búin að fara svona í gegn og þetta var bara ekki að virka eins og við vorum búin að sjá þetta fyrir okkur, þú veist, og hvernig við tókum þetta upp, þá vorum við alltaf búin að sjá fyrir okkur að þetta sleitmyndi matsa við þetta og þú veist, ákveðna svona sögu í gegnum þetta allt saman. Já. Og það er bara einhvern veginn ekki að virka í fyrir klippi og við erum bara eitthvað orðna svo sýrðar og bara svona, og kannski gerðum við þetta bara ekki nógu vel, kannski var þetta bara ekki nógu vel gert einhvern veginn, þú veist, og svo tekur hún þetta, eftir viku sendur hún með fyrstu tímyndina svona gróflega. Já. Og ég bara svona, þarna er fokkin myndin sem ég tók upp, þú veist, svo mikill munur á að vera bara maður sem klippar eða klippar í, skilur við. Já, þú veist, þá er það líka komin í, sko, listamaður, skilur, ég meina, að það er líka annað, við erum að tala um hvað handritin er oft vannmyndin, klipping, þeir sem er að klippa bíómyndir, það er vannmyndi fólk. Já. Þú veist, Jóti Bæ sem fer í bíó og sunnudöfum, hann pæli kannski ekki mikið í þessu, eins og þú ert að lýsa svona, þetta er kannski bara allt úr þessu mynd. Sama myndefni. Já, algjörlega. Þetta munar bara öllu og svo líka, þú veist, það getur svo mikið breyst líka í, þú veist, klippiferlunni. Það er alveg, þú veist, það er alveg svona stór sena sem að við tókum upp sem að er ekkert einu svona lengur í myndinni og að því að það var bara farin önnu leið að því hvernig þetta var klippt og það meikaði miklu meira sens. Þú veist, bara svona allt annað, skilur við. Þetta er alveg svona magnað þegar maður sér góða klippara vera að, þú veist, setja upp myndina því að, þú veist, mér finnst mjög gaman að hanga inn í klippiherbygginu og vera með þeim en ég vil líka rosalega mikið að stíga frá og þú veist, vera bara svona, mér langar til að treysta þér, hvað sér þú, hvaða vision er þú með, þú veist, og við náttúrulega með skrifað, þú veist, og náttúrulega með skriftublöðin sem gefur þeim einhver ákveðna vísbendingu, ok, þetta var pæling, það var pæling hérna, þú veist, sem að þá vita þeir, skilur, ok, þetta er eitthvað sem leikstjórinn vill fá, skilur.
en annað ætti að vera svolítið bara svona opið að því að þeir koma svo oft með svo góða töfra sem að, þú veist, svona empana upp sem er miklu meira heldur en þú einu sinni gaslatið dreymum að sjá og þú bara svona, já, vá, þetta actually geggjað. En þetta áhverð, þetta minnum eitt sem að ég held að hafa verið Harvey Keitel sem sagði þetta við Tarantino þegar hann gerir Reservoir Dogs sem er svona tækla sér fyrsta myndinans og það var eitt sem hann sagði verið svo áhugavert, þetta er svo tengið svolítið sem þú kannski tala um samt við klippi. Keitel var búin að segja við Tarantino þegar þú færð til leikara, þú veist bara í pröfur að hann var að fara að kasta myndina hann sagði ekki segja neitt strax láttu þá bara lesa og leiðu þeim að koma með það sem hvernig túlka þeir þetta að því hann sagði, leiðu þú byrjar að leikst við þeim þá færðu, þú getur aldrei aftur fengið bara svona algjörlega pjúra þeirra sjónarhótt þegar þú ert búin að segja þeim nei, gaurinn er svona, nei, gerðu svona þannig að þið bara fá handitið eins og kannski þú kannski segja með myndefnið bara svona þú fær myndefnið í það og kannski hvað kemur þú með? Já. Svo áður en þú ert fann mikið að vera með puttan í því. Já. Ertu ekki svolítið að tala um það? Jú, algjörlega. Þú veist, ég vil alveg sjá, skilurðu. Hvað kemur þú með? Já, hvað kemur þú með? Einmitt. Og svo náttúrulega getur alltaf, að þið, þú veist, svo er það náttúrulega bara ferli. Ef þetta er ekki að fara í það átt sem þú vildir að fara, þá er það bara samtal, þú veist, þá skoðu þetta bara betur og eitthvað svona. En þú veist, í langflestu tilfellum með bara góðan reyndan klippara, þá, þú veist, veit hann alveg hvað hann er að gera. Hann sér efnið, hann sér myndina og hann setur þetta saman og þú veist, og þetta er bara flott, skilurðu. Hann líka talar tungumálið. Já. Ég meina, ég get klippt eitthvað í Final Cut, ég er ekki klippari. Nei. Ég geti splæst saman einhverjum atriðum, ég er ekki klippari. Að eins og þú segir, með reynslunni, þá ertu að koma meira með svona listin inn í þetta, þetta er tungumál. Hvernig flæði myndin og þú veist, það skiptir bara svo ógeðslega miklu máli, sko. Já, algjörlega. Þannig að þú ert í rauninni, þegar verið að klippa myndina, þá ertu samt mikið í klippaherberginu. Já. Varstu það fyrir báðamyndirnar? Þú veist, ég veit þú gerstu mikið hann í fyrstu. Já, við vorum rosa mikið náttúrulega í fyrstu myndinni, sko. Þá byrjuðum við þannig sem var að taka upp myndina, Magnús, hann klippi líka, tekur fyrsta grófklippið á myndina. Og þú veist, þá náttúrulega erum við bara svona saman, þú veist, inn í klippherberginu í mjög langan tíma. Svo förum við með þetta til Obbosi til þess að vinna, þú veist, eftirvinnsluna og þeir taka annar rönn á þetta klipp og þá er ég bara svona að koma reglulega til að, þú veist, tekka það því við erum öll sammála þú veist, það þarf að stytta eins hérna, það þarf að gera, þú veist, stytta hér og kannski breyta þessu eitthvað, þú veist, þá kemur bara með svona punkta og svo kemur ég bara inn í og horfi eða fæ senda link og horfi og punkta á það, þú veist. Og svo er einhver annar sem að tekur svo, final roundi sem að gerði svo bara lokaútgáfuna sem við vorum með, við ákveðum bara svona því við vorum öll orðin svolítið sósuð og sendum þetta á bara eitthvað nýjan og hann bara svona snurfusaði hana, þú veist, úr, skilurðu, þú veist, 100 mínútum niður í 87 og bara svona, þetta er lokaútgáfan, skilurðu. Og stundum þarftu bara svolítið, stundum þarftu bara að taka, ok, þú veist, við erum búin að sósa og græða svo mikið í þessu, setjum hann annað, feska augu, hann getur klárað að sniffa hann upp og bara komið, þú veist, og það er það sem við gerðum með klassdruslu, sko. Og top 10, hún er lengri eða ekki eða eitthvað? Hún er svipuð, ég held að hún sé 86-87 mínútur, svoleiðis. Og var þetta ekkert ósvipað þá ferlið þegar allt þetta klippidæmi var búið og meðan það var vinslið? Nei, þú veist, svo náttúrulega, þú veist, þarna er ég náttúrulega svo komið með, þú veist, betur, skilur ég, sem er náttúrulega bara geggjuð, þú veist, og alveg það er svona flott kona, maður þorðum alltaf að vera fyrir henni, skilur. Já, því hún er auðvitað það reynd. Og já, hún er rosa reynd að mér, þú veist, og hún var svo alltaf bara að senda mér, ég náttúrulega, eins og segi, Bíóakranessi, og hún sendi mér bara svona búta og svo hittust við og þú veist, horfðum yfir og bara, já, bara svona, gerðum þetta, hún... Kláraði hún bara? Alveg. Já. Hún kláraði alveg, sko. Já, bara loka útgáfan af myndinni, það er hún sem klippti. Varstu ekki að tala um að þið byrja með einhvern annan og svo kemur hún inn í þetta? Jú, við byrjuðum með annan, en hún byrja svo frá byrjun og klárar. Já, ok, já, hún kom ekkert inn bara sem einhver smá ráðgjafi, hún kláraði bara alveg myndina með ykkur. Já, við fengum hana inn, sko, til þess að horfa á klipp, til þess að koma með punkta. Já, einmitt. En, þú veist, hún segir að þarna, þú veist, það er einhverja perlur þarna, en það þyrfti samt að endurklippa myndina. Og við pröfum bara að spyrja hana, gæti þú mögulega komið og klippt myndina, þú veist, af því að við erum ekki alveg nú að bara ána með hvernig þetta er að koma út. Og þá, þú veist, segir hún já, og hún kemur og tekur hana þá bara alveg frá grunni og bara klippir hana, þú veist. Og
lokar henni og maður bara svona eitthvað, þú veist, þetta er bara svo professional, Badass maður. bara svo cool kona. Hún líka klippt fullt af mjög cool myndum. Já, við geðið fyndi hvað, hún var ekki að klippa hana, hvað var hún að klippa á sama tíma, John Wick eða eitthvað, skilur maður bara eitthvað, top tíma, John Wick og bara, já, þetta veikar allt sens. Já, hún unnur svo mikið með þeim, sko. Þú veist, og það er bara, já, einmitt, klippti John Wick. Þessi svo geðveikt og hún bara eitthvað svona, já, ég er til að koma. Ég er til að halva með það, geggja. Alveg bara, við erum að tala sko, ég hugsa að hún kemist mjög ofalega yfir bara svona mestu reynslu boltana í kvikmyndagerð Íslandi, skiljum. Baltasar Kormákur, Elisabeth, hún er klálega á þeim lista. Já, alveg 100%. Sko. Svo fyrir bíó. Já. Og því ég ætlaði að spyrja út í munin. 21 var klassadrösla og fyrst hann að smá eitthvað svona COVID break. Já. En svo er COVID búið. Já. 24. Já. Þegar þú gefur út þína mynd. Já. Hvernig gekkinni? Varstu sátt? Þú veist... Já, ég var alveg sátt. Hún fekk ekki eins mikið áhorf eins og klassadrusla. Hún var kringum rétt yfir 5.000, sem er fínt, skilur við. Mjög gott bara í dag. En þarna, auðvitað hefði maður náttúrulega vilja meira, skilur við. Ég veit ekki alveg, en þú veist, öll svona gagnrýni og allt svoleiðis sem maður heyrði var bara mjög gott á meðan, þú veist, klassadrusla var meira að fá svona frá svona þessum alvarlegri gagnrýnendum, skilur við, þú veist, þá var klassadrusla alltaf að fá svolítið, hún er svolítið shallow, hún er svolítið, þú veist, ekki alveg nógu vel unnin, bla bla bla, eitthvað svona dót. En Top TMS, þá var frá öllum þessum svona hörðu gagnrýnendum, þá var hún að fá alveg bara mjög mikið lof, bara þú veist, bara mjög flott karaktervinna, hún greinilega bara að gera góða hluti og þú veist, sem að vera rosalega flott að sjá þó svo að aðsóknin hafi ekki verið eins mikið, þannig að þú veist, það er svona ákveð, maður tekur því líka sem svona ákveðinu svona þroskastökki, skilurðu, þú veist, það er alveg satt, skilurðu, þú veist, klassadrusla er svolítið svona meira svona úlinga, eitthvað, þú veist, og... Sem er líka allir lagi. Sem er líka fullkomlega allir lagi og þú veist, ég meina, ég dýrka svona romkom úlinga drama, sko. Þú er bara fyndin. Eða skilurðu? Já. Með persón sem er ekki saman. Vist, allir lagi að það sé nóg. Já. Og þú veist, en já, þannig að já, þú veist, ég segi, henni gekk bara mjög vel og þú veist, hann er líka búin að ganga þokkarlega við að fara á svona hátíðir líka, þú veist, kvikmyndasögur náttúrulega fylgir rosalega mikið eftir bíómyndum sem eru búin til hérna heima, hvort sem þær séu styrktar eða ekki, þá komaði sér í samband við fólk og aðstóðu við að, þú veist, mæla með koma í tengslu við einhverja. Það gerði það allavega fyrir mig með klassadruslu, þá voru þau rosalega mikið að benda mér á, þú veist, þannig að þessi er að leita af einhverju svona svipu, vilt þú senda honum linka klassadruslu, þú veist. Býtu, eru þeir þá hjálpaðir með þína mynd að komin á hátíð, ertu að tala um það? Já, þú veist, eða eru þeir bara hjálpar að mynda einhver tengsl? Já, í rauninni, að þú veist, sækja þeir eitthvað fyrir þig, eða skilur þau? Nei, þeir eru rauninni bara búa til tengslin, bara opna, þú veist, opna bara samtali, skilur þau, þannig þá senda þeir kannski, þú veist, setja bara þig og þessa manneskju sem er með tengt þessari hátíð, þannig bara svona, hi Sofía, here is Ólöf, can you please send her a link? Og svo bara ger ég það. Já, ok. Svo færðu bara svar frá viðkomandi. Já. Já. Og þau hjálpa þér aðeins að mynda eitthvað svona tengslanet eða svona... Já, því þeir náttúrulega, þú veist, náttúrulega er ábygglega bara mjög gott fyrir þá og þú veist, íslenska myndir séu, þú veist, að komast þarna út og séu svona eftirtektarverðar og eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að þeir hjálpa öllum held ég í sambandi við það sem að er að gera myndir hérna heima, þú veist, að hvort sem það fengið styrkað ekki, sko. Hvort skiptir þið meira málið? Þú veist að tala um þessum klassadruslu, þá fekk hans meira aðsókn, þá var fleiri fólk sem fór á hana, en svo var það svo top 10 hafa fengið svona betri dóma, eins og á Rotten Tomatoes, þá ertu með tvenns konar skor. Þú ert með einhverjum gagnrýndaskorið, svo ertu með svona audience score, það er bara svona áhörundur sem að geta kosið sjálfur að gefa einhvern. Oft er mikill munur á þessu. Hvort skiptir þið meira máli? Audience. Já, hikar ekki einu sinni. Nei, mér finnst það bara, sko, að því mér langar til þess að gera bíómyndi fyrir Íslendinga, bíómyndi sem að mér langar til þess að persónulega horfa á, skilur, í bíó og ég hef alltaf talað um það að því ég er svolítið mikið svona komandi megin og komandi eiga
þú veist, það alltaf eins og að sé svolítið svona aðeins litið niður á, þú veist, það er ekki nóg svona fancy form eða eitthvað svoleið, skilurðu. Sem mér finnst geðveikt glata að því ég er bara svona, já en það er það sem að ég fíla, það er það sem ég finnst gaman að horfa á og ég veit líka að fólki finnst gaman að horfa á þetta og þennan húmor, þú veist. Og það er ekki auðvitað að gera. Nei, og það mun fara í bíó til þess að horfa á þetta, skilurðu, og það er það sem að mig langar til að gera, mig langar ekki, ég mun aldrei fara inn í það að búið til kvikmynd með það hugafari að já, þessi geti pottit komist inn og kann og eitthvað svona dæmi. Það væri bara, þannig ég myndi ekki fara inn í með þannig hugafari að því þú veist, þá er ég ekki lengur að gera það sem mig langar til að vera að gera. Og er það ekki svolítið mikilvægt? Þú verður að gera eitthvað sem þú vilt sjá. Já. 100%, það er bara þannig. Af því annars, þetta er svona podcastið, allir þetta sem ég gerir, þetta er bara sem mig langar til að gera. Mig langar til að horfa á, eða að hlusta á. Spilið mitt, mig langar að spila það spil. Já. Af því að þú gerir það ekki, þú veist, ef þú ert alltaf eitthvað svona trends eða eitthvað, þú veist, segjum að þú myndir sjá eitthvað, það er rosa vinsalar svona tegundar af myndum núna. Ég ætla að skrifa svoleiðis. Það er því hell fyrir að þú hefur ekki áhuga því. Já. Algjörlega. Mér finnst svona kannski með skrifin að þú veist, mér finnst náttúrulega rosalega gaman að skrifa komedjur eða eitthvað svona sem að er hægt að blanda húmor inn í en á sama tíma þá svona líka þú veist, ég hef áhuga á öllum skrifum að því svona í grunninn er þetta þú veist, allt upp á það sama þú ert að búa til góða sögum með áhugaverðu karakterum og þú veist, eins og það sem verkefni sem ég er að vinna núna neyri Glass River að ég sendi þeim þess að hugmynd fyrir einhverju síðan sem að Hrafnkell með að skrifa með mér sem var svona time traveling komedía og þú veist að þeir eru skoðið þetta og svo er þetta þetta er ekki alveg það sem við erum að leita núna en við erum með hennar serið svo spáði hvort ég gæti komið inn í sem var crime, einhverjum lögguþættir og ég bara þetta er svo langt frá því sem ég var með í hendanum ég en maður eitthvað, ok, ég skal skoða þetta og þú veist, og svo skoðum maður þessu hugmynd og bara já, þetta er ekki bara mjög sniðug hugmynd ég er alveg til í að, þú veist, taka þetta challenge, skilurðu, og mér finnst það alveg gaman mér finnst gaman að skrifa alls konar og fiktja alls konar en ef ég er að hugsa bara ef ég sem leikstjóri langar til að gera eitthvað þá langar mig sem leikstjóri frekar að gera eitthvað svona comedy thing, sem er svona nær þá þínu áhugasviði. Já. En ég get samt alveg trúa þess að gera eitthvað svona krimma. Já. Þetta er gaman. Þú veist, kannski er það ekki númer 1 hjá þér, en ég get alveg trúa að það er samt svona tegund af sögur sem var alveg gaman svona, já, af því við erum öll búin að sjá milljón krimma myndir og seríur, þó maður sé kannski ekki, eins og aftur vinkona okkar, Lovísa Lára, hún er svo mikið svona true crime aðdáandi. Ég er kannski alveg þar en ég er búin að sjá milljón glæpmyndir þannig ef ég eitthvað fengi tækifæri til að skrifa þó að ég kannski endilega sem ég myndi skrifa númer 1 ef ekki að ráða þá get ég alveg trúið að þessi gana að tækla það sko. Sem svona áskorun. Já, algjörlega. Er þetta eitthvað svona who done it dæmi? Já, annað þeirra er svolítið svona þannig sko og ég er samningsbundin ég má ekki tala um mikið sko en Ok, ég ætla ekki að pumpa þig meira með það. Nei. Þú mátt ekki tala. Nei. Ok, þannig það er svona eitthvað krimadót sem er líka það er svolítið algengt í dag. Já, en það er kannski ég get talað um eitt svona í tengslum við þetta að þú veist, inn á markaðinn ef við förum aftur þangað að mjög sorglegt að heyra að því að ég hef svo mikið passion fyrir þú veist að gera svona komedi og komediseríur og eitthvað svona dót en þeir sögðu við okkur bara svona bara beint í andlitað okkur, bara við erum ekki, bara markaðurinn komedjur ekki að seljast á markaðunum, við erum ekki að leita því, við erum að leita crime eða sci-fi, það er eina sem við getum selt til Þýskalands, það er eina sem virkar, ef við erum þannig þá með pizza, ekkert annað. Það er alveg bara svona, ok. Í sjónvarpsseríum? Já. Þannig þetta er svolítið svona staðrendin sem að þeir eru að, þú veist, og ég fatt að því að peningurinn leiðir okkur náttúrulega alltaf erlendis. Þú veist, við þurfum að við skila þeir þurfum að horfa á eitthvað sem þeir geta selt erlendis, þú veist, og annarkot í Norðurlandana eða þýska markaðin eða hvernig sem það er, að þá, og þýski markaðin er ekki að fara að kaupa íslenska komedjuseríu, skilurðu, þú veist, en þeir eru mjög hrifnir af íslenskum krimma eða sci-fi, skilurðu, þú veist, og þá virka það, en það er svo leiðilegt að það er ekki verið að gera neitt fyrir fólki hérna, af því að við Íslendingar, við dýrkum svona grín-seríur
við horfum á allt svona, þú veist, venjulegt fólk og ógeðslega skemmtilegt, skilur, allavega ég, kannski, ég get ekki talað fyrir alla Íslendinga, En þeir eru vinsælir. Já. Þú ekki gerðir eitthvað 5 seríur eða eitthvað? Já, bara alls konar, þú veist, náttúrulega bæði þessi típisku svona sketsaþættir og þú veist, allt þetta hefur farið rosalega vel í fólk, þú veist, svona vaktirnar og þú veist, næturvættin, allt þetta, þú veist, þannig þetta rosalega mikið eitthvað svona sem á heima, hérna, þú veist, hjá okkur og við horfum alltaf á þetta, ef þetta svona, þú veist, þetta í sjónvarpinu horfi ég alltaf á, jafnvel meira heldur en ég myndi horfa á kannski svona krimma hérna heima, því mér finnst alltaf, þú veist, alltaf, þú veist, mamma og pabbi voru náttúrulega bara með RÚV, skilur við búið lengst út í sveit og þá var, þú veist, allt það sem kom þar var alltaf bara svona í öðrum þætti, mamma bara svona, já, þessi gerði það og svo var restin bara svona bíði eftir því að þau myndu loksins sýna það var þessi sem gerði það, skilur við, þú veist. Og þú varst mörgum skrefum undan karakterunum. Og maður er eitthvað, þú veist, mann fannst þetta kannski ekki eins spennandi, þú veist, en það náttúrulega bara spilar svolítið meira en á mitt áhugasvið, skilur við. En ég veit ekki, mér finnst eitthvað pínuleiðilegt að þetta það sem að, þú veist, að þetta ekki bara eitthvað eitt fyrirtæki, þetta væntanlega all fyrirtækin náttúrulega að sjá hvar eru peningarnir, skilur við, hvar getum við fengið peningin í þetta, hvar getum við framleitt þetta til þess að þetta virki, þá þurfa að leita til þessara landa sem að myndi ekki kaupið að þeim, skilur, og myndi vera með þeim í framleiðslunni og allir þessu, og þá bara því miður eru ákveðnir sjónvara sem bara dett út á borðinu. En ég skil það, því auðvitað þetta business líka. Ef framleiðslu fyrirtækin ekki að græða peninga, þá geta ekki haldið áfram að gera efni og bara fara í gjaldþrot. Ég skil það alveg. Já. En á móti myndi ég þá líka segja, ef að þetta kannski svona hugsanagangurinn, sem ég skil vissulega, af því að þetta eru peningar, til þess að halda þessu gangandi, ef að hugsanagangurinn svona, ertu þá ekki bara eldast við ykkur trends í staðin fyrir, þú veist, ef þú ert með eitthvað geggja, bara eitthvað geggja grínþætti, og bara þú ert bara með eitthvað handrið og það bara, wow, geggja, eitthvað sögu, eitthvað, og þú sér alveg bara, wow, þetta eitthvað spennandi, þetta eitthvað hérna. Þá finnst mér rosalega galið að það bara, eins og segir, slegja út á borðinu, nei, þetta ekki sci-fi, þetta ekki krimmi. Í staðin fyrir bara, nú kýluðu bara þetta og bara gott efni selst. Skilur bara þessi hugsanagangur. Ég veit það, en ég get ekki annað en svona keypta svolítið að það sé þannig að því að þú veist, eins og þessi time traveling komedía sem þetta ógeðslega fyndið og þetta rosalega íslenskt og tengist íslenskri sögu líka, skiluru, og það eru svona karakterar í þessu sem voru í alvörinu til í Íslendingasögunum, þú veist, mjög skemmtilegt. Já, svo þetta leikaði með. Já, og þetta búið að fá alla 3 handritstyrkina og þú veist, kvikmyndasögur eru mjög hrifin af þessu en við erum búin að senda þetta núna alveg fullt af framleiðslufyrirtækinum og þetta alltaf svolítið svarað, bara svona að því þetta líka svona time traveling, þá gæti það vera örlítið dýrara heldur en svona hefðbundin komedía og það ekki það sem við erum að leita akkurat núna, þú veist, þannig hún basically bara að bíða, hún bara að bíða eftir því að eitthvað framleiðslufyrirtæki stökkva á þetta og sækjum framleiðslustyrkina, því þar erum við komin í ferlið, við erum komin með alla hina styrkina, við erum að bíða eftir að fá framleiðslufyrirtæki að koma með okkur og sækjum styrkin til að búta til og það bara að bíða þanga til að þetta dettur aftur í tísku að gera komedjur, skilur við, og meðan er hún bara að bíða á borðinu. Já, en svo þegar þú segir mér þetta, ég sem áhorfandi, bara svona time traveling gríns, eða svona eitthvað tímaflags grínserja, íslensk, eitthvað aðeins múið sem frá sig, þá ég bara strax, wow, hey, cool, ég ekki sé það aður ég til í þetta, en ef þú segir mér með fullir vinningu fyrir þessum krimmaserjum ef þú segir mér, já, ég að gera það maður drepinn, hérna fyrir utan sveitabæ og þá ég bara þú veist, það þyrfti að vera alveg drullu skotelt til sem ég finnst það spennandi það búið að framlega svo mikið af þessu skilur hvað að fara? Ég skil hvað að fara. Þannig þú veist, hvað þetta mentality, bara svona, hei, geggja, kýlum á þetta? Já, ég veit það. Við langar ofta mikið til þess að einhver myndi fóra að taka stökki með okkur, sko. Því þetta er svona fyrsta skipti sem ég að lenda í þessu, þar sem ég bara svona, ég stopp, en ég ekki stopp útan einu. Það ekki að því að, þú veist, eina sem að stoppa mig að það þarf að koma inn framleiðandi til að sækja framleiðslustyrkin sem við myndum örugglega fá að því við erum búin að fá allt fram að því, skilur við. Þannig við erum bara að bíða þetta einhver kom inn og taka þetta lengra með okkur og gera þetta. Að þú ert stopp af því að það er búið að segja við því þetta ekki tískudag. Já. Í rauninni? Já. Þetta selst ekki. Þetta ekki að seljast í dag, sko. Og þá var maður svona pínufræk, við vorum bara að bíða þangur til þetta byrjar að seljast aftur sem að
Gæti tekið einhver ár, sko. En þá í rauninni ekkert, ok, ég ætla ekki að segja ekkert, en mikið sem framleitt í dag inn á Íslandi, þá rosa mikið verið að hugsa alþjóðlega markaði? Meira heldur kannski að gert fyrir 25 árum, eða eitthvað. Já, þetta náttúrulega, þú veist. Þú væri næturvaktin ekki gerð í dag? Ég spyr svona. Það rosa íslenskt. Já, og karakterin húmórinn. Maður veit ekki, þú veist, að ég veit líka alveg að það verið að gera einhverjar komedíur, skilurðu. Þú veist, það verið að gera þarna... Það ekki rosa mikið sketsar? Hvað heitir hún þarna? Ekki Ljúfa líf? Veit það ekki. Ok, allavega. Og hún þarna, það einhver seri sem að... Sem komið í sýningu? Það kom í fréttunum daginn sem að þarna Saga og Steindi leiki. Já, sem ekki komin. Já, hún ekki komin. Já, þeir að fara að gera hana. Það verið að fara að gera hana. Jú, það rétt sér, ég sá það. Og þetta svona... Þú ekki bandið að setja á eitthvað í þessu? Nei. Jú, þetta svona eitthvað gaman, skilur. Þannig að maður sér, ok, þú veist, það samt verið að gera gaman. En þá langum að vita, eins og fyrir þá seríu, ekki sería? Jú. Hvað var það húkið, skilur? Þá er ég að tala um af hverju komst hún í gegn? Já. Versus, ég veit ekki, tímaflags grín, hljóma það allt og eitthvað svona far át þér, eða skilur ég menna, mér finnst það ekki. Ég held að þetta sé bara hræddi við kostnaðin, sko, af því að þetta perióda, skilur ég, þú veist, nokkra svona mismunandi periódur. Það náttúrulega dýra. En ég veit ekki, ég náttúrulega hef alltaf verið í þannig verkefnum að allt það sem allir segja mér að sé ógeðslega dýrt, það kemur í ljós og það bara ekki það dýrt að því ég get græða, skilur þið, þannig að þú veist. Já, þú getur gert það ódýrara en þeir kannski heldur. Já, miklu ódýrara en heldur fólk heldur, en þannig að... En akkur þá ekki leyfa fólkið mitt að, skilur þið, fá það tækifæri til þess að ég veit ekki, ég ekkert í þessu stöðum þar sem ég ber ábyrgð á fullta peningum, skilur þið, einhverju hárri upphæð sem þarf að útdeila. Það er auðvelt fyrir mig að vera hérna og... Já, kannski líka fyrir mig að vera eitthvað að rífa kjátt. Nei, þú hefur svona reynslu, ólíkt mér, það hefur reynslu. Þú getur sagt bara, veistu, ég búin að prófa svona og ég náði að gera þetta svona. Ég get ekkert sagt það. Ég er bara röfla. Ég veit alveg hvernig ég myndi taka upp þessa seríu og hvernig ég myndi gera hana þannig að hún myndi, af því hún náttúrulega þarf að virka ekta, af því þú ert að fara inn á þessi tímabil og það bara, eða er eitthvað í bakgrunum sem virkar eins og þú veist, sem aðeins nýrra heldur en það var, þá fellur hún sjálf sér. Já, sammála því. Þú veist. Þá er það asnalegt. Já, en þetta er náttúrulega alveg þaul út pælt hjá mér, því búin að vera að pæla í þessu svo ógeðslega lengi og ég veit nákvæmlega hvernig ég myndi gera hana. Ég meira með svona, þú veist, basically locationin sem ég myndi nota til þess að láta virka og þú veist, þannig að maður er bara svona, þetta er ekki, ég veit þetta er ódýrara heldur en það lítur út fyrir að vera, þannig að það er bara að treysta mér. En þarf maður ekki líka að gera, þú sækjum eitthvað svona framlýstu styrka eða eitthvað. Jú. Það ert ekki að gera eitthvað svona kostnaðar áætlun. Jú, svo þarf að gera það. Og ég meina, eins og með það hef ég aldrei skilið, ég fatta tilgöngi með því, en ekki veit ég hvar ég myndi byrja. Þá er ég að tala þú ætlar að setja ykkur kostnaðar áætlun. Bara, já, þetta kostar 200.000, þetta kostar þetta er svona 500.000 kall, ég meina, kannski var þetta 700.000, kannski var þetta 350, kannski var þetta 250. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega bara áætlun, skilur þú veist, og það er ekkert endilega eitthvað sem að stendst í gegn, skilur þú. Nei, hvernig gerir raunhæfa áætlun? Þú ert alltaf reynslu meir í dag, heldur þú vast. Já. Veist kannski meira... Veist alltaf svona meira raunhæft, skilur eins og bara með launin hjá starfsfólkinu. Veist alltaf sirka báð hvað fólk er að taka í dagtaksta og allt þetta, þú veist. Og svo byrjar bara svona að þekka hvað er að fara mikið í, þú veist, bensínkostnað, hvað er að fara mikið í tækjalegu, hvað er að fara mikið í, þú veist, og svo er þetta alltaf með dálk sem að heitir svona óvænt framfærsla eða eitthvað svona ýmislegt, bara eitthvað svona ýmislegt gluggi. Þar kannski setur 100 milljónir. Þar kannski setur ykkur 5-10 milljónir sem er bara svona ef eitthvað fyrir úrskeiðis sjóður, skilurðu, þú veist, eða eitthvað óvænt kemur upp. Það eru 100 milljónir mér. Hittir þið bara. Að ég myndi ekki hafa hugmynd hvað það kostar. Ok, þannig að þegar þú segir periodot, það er dýrara. Ég meina, það er líka bara erlendis. Ég meina, þeir segja að þú ætti að gera periodmynd, það er dýrara. Það er dýrara, sko. En þú veist, búningar, bílar, þú tala þessi dýrara eða það sem þeir sjá fyrir sér eða þau. Það kannski að það líka, það þyrfti mögulega að, þú veist,
þá alltaf fyrir smá effort í það að finna réttu locationu, skilur Já, húsin þurfa að líta ákveðið út og já, svona, og eða þá jafnvel að þurft að smíða, skilur smá svona sett til þess að láta þetta virka svona genuine og þú veist Hvernig budgetur það til dæmis? Dýrara, en Bara eitthvað spýtur kostar svona já, Ég þarf 4 smiði, það kostar svona Þetta hljómar úrst að leiðilegt Sorry, að gera eitthvað svona kostnar á ég sem betur fyrir minna í þessum geira, ég meira bara svona reddarinn, þannig, þú veist Eru framleiðendar að gera þessa kostnar á já, þeir eru að gera þetta, sko, þú veist, en þegar ég í framleiðslunni með teiminu áðurinni fyrir inn í leikstjóran, skilur, þá ég meira bara svona reddarinn, skilur, þú veist, ég ekki að fara eitthvað með, fram og tilbaka með peninga, ég bara redda hluturum mjög ódýrt eða frýtt og svo kem ég þessu hendunar einhverjum öðrum og get fókusa bara á myndina, þú veist. En já, þú veist, kann mögulega ég bara eitthvað talað raskandi, en þú veist, mér finnst samt eins og þetta sé ekki svona yfirþyrmandi eins og þeir vilja meina, sko. Þeir alltaf sjá ekki nákvæmlega, þetta þú ert með í þínum hauskilur Nei, bara, kannski ekki. Ég seta svona fyrir mér. En að því þegar ég hugsa eitthvað svona kostnað við þessar bíómyndir til dæmis, þá sé ég alltaf bara fyrir mér, svona tölvubrellur og svona, ég svona skil auðvitað það kostar mikið. Já. En auðvitað mitt, mannskapur, þetta er alltaf fólk á launum og það bara tikkar á hverjum degi, eins og að hann tala auka tökudagur, það er bara fullt af peningum. Já. Fólk þarf að mæta mitt og sinna sinni vinnu. En bara aftur, fyrir mig sem áhorfandi, þá væri ég til að fá kannski aðeins meira svona spennandi, aðeins fjölbreyttara, og þetta genradót. Síðan hvenær hefur það ekki selt síðan hvenær hefur það ekki verið vinsælt skoða að vinsælstu myndir allar tíma mikill meirhluti af þessu er eitthvað genradót sko já en við erum ennþá bara í það er bara þetta eða þetta já, ég veit það, við erum alveg já, þetta þarf einhvern veginn nafnlaust, gerum þetta allt nafnlaust þetta þarf einhvern veginn að fara bara þannig í gegn sko og vera svona smá eins og ég segi, bara þó það sé ekki nema bara ok, þú ert með hryllingsmynd við getum allavega leiðbendir í rétta átt hvert þú getur farið með hana því það er líka svolítið erfitt að vera svona þú veist, ef að sjóðurinn er ekki með þér að segja nei hvað gerur þú þá, hvað getur þú gert annað góð spurning og það er svona það er ekkert sagt neitt þú fær bara, þetta er rusl eða, og það er ekkert, þeir eru prófað að tala við, það er ekkert svoleiðis nei, einmitt, það þurft að vera meira svoleiðis bara aftur, mér finnst þú skrítið það er að sé ekki verið að reyna að aðstoða og hvernig er það ungt fólk að gera bíómyndir á það bara harka og svo þegar það er loksins búið eins og þú lentir sjálf í þú harkar, tekur bara upp helga reyna að gera þetta eins þægilt og getur, eins og útrytt og getur til þess að búa til þína bíómynd og komin í bíó og svo þú loksins búin að því þá varstu samt bara, já, hvað ætlar að gera næst? Já, útskýru það. Já. Hvað er með slideshow og hvað er það með? Hvað er það? Skilur, þú veist, akkur er þetta gert svo erfitt? Ég veit þetta kostar peninga. Ég veit það. Og hvað? Það kostar allt pening, skilur. Já. Já, ég meina, sérstaklega eftir að hafa gert top 10, þá skilja ég ekki alveg af hverju þeir þurfa að gera þetta svona mikið erfitt. Af því að þú veist, þarna sér það að þú veist, þeir eru tilbúinir að gefa okkur annar penning þú veist það náttúrulega er alltaf kostur að þú sért með eitthvað þó það sé ekki nefnum bara að þú farir út og takir upp eina senu af bíómyndinni bara alltaf að sína hvernig þú myndi gera þetta það meikar sens ég skil það en ef að þeir geta komið með svona kröfur heyrðu ok, þú þarft að vera með reyndan DAB, þú þarft að vera með reyndan þennan og þú veist þá getur ef að manneskinn er 22 ára og ef við kannski bara tekið eina stuttmynda eitthvað, þá skilja að þú myndir, þú veist, og þú getur lagt niður þessa kröfur, eru tilbúin að gefa styrk af því okkur finnst það geggju hugmynd, en þú þyrftir að fá mjög reynslu gott fólk í kringum þig. Ég skil það, skilurðu, og það væri þá einhver svona kannski mögulega eitthvað option, af því þeir alltaf að setja þessa kröfur á, þú veist, okkur að þið þurfa að vera með reyndan aðila hérna og þá verður þetta, þá líður okkur betur með hvert peningarnar er að fara, skilurðu. Þannig að af hverju væri það þá ekki hægt með einhvern sem er kannski með minni reynslu en með geggjaða hugmynd, skilur. Já, og ég auðvitað skilja að þurfa að vera með eitthvað í höndunum, ok, ég skil það, en langflestir, held ég, sem er að sækja um þessa styrki, eru ekki búin að gera eitthvað stuttmyndir.
Jú. Þú veist, því eitthvað, skilur. Eða þá, ég get líka lofa því, ef að það væri skilabóðan frá sjónum, þú ert 22 ára, kemur ykkur hugmynd, kannski bara virkilega góð hugmynd, bara, kannski bara búin að skrifa geggja handrit, eitthvað. Ég skil vel að sjónum segja, herru, okkur líst vel á það, getur skotið 5 minútna atriði úr myndinni. Já. Og þó þessi bara gróft, skilurðu, en bara svona kottum með eitthvað. Ég skal lofa þér í, flestum myndi segja, herru, ekkert mál. Já, 100%. Ég skal bara, ég finn út í, 100%. græja það, Já. og ég kem með eitthvað cool, og bara eins og búið til eitthvað stuttmynd úr þessu handriti eitthvað, og þá getur sjóðunum séð, já, ok, þú veist, þetta þokkalega vel lýst, þetta klift, þokkalega vel klift eitthvað, Já. á sem eitthvað í höndunum, og búin að sína þeim, og þá bara, ok, herru, þetta bara 10 milljónir, hérna, eða, þú veist, ég að tala þegar ættu vandalega að hjálpa unga fólkinu, í staðan fyrir að vera eitthvað svona hindrun. Já. Ég skil vel að þurfa að síja út, en mér finnst þetta rosa mikið sögum sem ég heyri af þessum blessaði kveikmyndasöði, þá finnst þetta hljóma sem bara hindrun, nema á sér búin að þessu bransi 25 ár. Já. Það alveg svolítið þannig, og þú veist, það voru alveg nokkri sem að spurði mig líka þegar ég var að byrja að fara að gera klásaruslu, bara svona, akkur þetta gera núna, akkur þetta að flýta, þau voru að tala með mig eins og ég var að flýta mig svo mikið, og ég var pínu bara svona, ég var máluð út í hot, skilur, ég var bara svona, ég hef ekkert annað, þú veist, eftir hverju ég að bíða. Ég flýta hvernig þá, ég skil ekki. Þú veist, að þið voru svona, akkur þetta að gera sem mynd núna. Hvernig áttu að gera hana? Ég veit það ekki, það er það sem ég segja, þú veist, ég veit ekki hvort þú myndu kannski að maður myndi gera fleiri stuttmyndi fyrst eða reyns, þú veist, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað, þú veist, en þetta, maður fekk svona, þú veist, það er ekki eins og það er eitthvað annað sem að þú veist, sem að ég var eftir að gera, skilju, þetta er bara klálega svona næsta skref fyrir mig, þeir eru ekki að fara að hjálpa mér, þeir eru ekki að fara að hjálpa mér eftir 5 ár ef ég er ekki búin að bæta neinu við nema bara kannski fleiri stuttmyndum. Ég þarf bara að gera þetta til þess að vera með eitthvað á bakinu til að geta sýnt. Ég get gert bíómynd, skilurðu. Þú veist, maður var málaðist svona þannig út í hotnið að gera þetta. Já, ég fekk þetta. Akkur þetta flýta þér, akkur leikaðu svona mikið á, þú veist, ég veit ekki, kannski að því að stutt síðan maður var útskrifaður eða eitthvað. Bara, þetta er bara fyrir mér náttúrulegt næsta skref. Ég er tilbúin til að gera þessa bíómynd núna, hvort sem sjóðurinn með mér eða ekki, skilurðu. Já, en býtu líka sem með það. Ég veit að þetta er ekki þín orð. En ef þú fyrir að læra sálfræði eða vera hjúkrunarfræðingur og sækir vinna eftir þessu hjúkrunarfræðingur. Hvað þetta flýta? Er þá kvikmyndabransinn, þetta er bara fyrir eldra fólk? Ha? Nei, skilur þetta. Þú veist, ég segi, þetta er ekki þín orð. Þetta er gjössalega galið að segja þetta. Já. En þetta er líka bara, þetta er vinna, þetta er atvinni á fólki. Já, ég og veit ekki. Og þessi bransi er líka bara stækka, skils mér, af alls konar, auðvitað bara tækni fólki og líka þeir sem að fara í leiklist. Þetta er vinna. Þetta veist mér, ég þól ekki svona. En þú veist, þetta er aldrei sagt að vera lögfræðingur, eða hvað okkar þetta segja ekki vinnu hér, þú ert bara nýbúin í skóla. Voru þetta flýtar að fara að vinna með það að vera lögfræðingur, svo búin að eyða tími að læra. Já. Já, dráðar. Ok, ég vil ekki klára það en enda okkur leiðinda nótum. Nei. Fyrir mig smá svona, áður við klárum þetta, fyrir mig smá svona, við erum ekki búin að svo lengi, Ólf, ekki svo lengi. Rúman 2 tíma kannski. Ég ætla ekki að svona pirra þetta. Nei, ekki. Ég þekki líka kveikmyndagerðar fólk sem er að reyna að vinna fyrir sig í þessum bransa. Og það bara er ofta að lenda í þessu sama vesinni. Og þú veist, ég verð bara eitthvað svo pirraður að þegar maður tala sem við þetta fólk, þar með þig, maður finnur fyrir ástriðu, maður finnur fyrir svona, wow, ok, þú veit hvað að tala um. Þú veist, þetta er ekki bara eitthvað bull. Greit. Ok, fyrir mig ákvæmt. Hvað væri, fyrir utan þessara Time Tunnels, þannig að grín seríu, Já. Hvað væri svona drauma verkefni? Ok, ég ætla spurninguna. Ef það er sagt bara við, þú veist, hérna eru bara 100 milljónir eða eitthvað. Mátt gera svo vilt, eitthvað bíómynd. Er eitthvað sem væri með svona, ég myndi vel að gera þetta. Og þú veist ekki með tilbúið handrit. Þú veist, langaði að gera, við erum búin að tala um eitthvað svona genre, langaði að gera hardcore sci-fi mynd, hryllingsmynd. Það viltu að koma fleiri grímmyndum í bíó? Já, mér langar óslega mikið til þess að gera svona
svona íslenska ævintýramynd sem samt meira fullorðins, þú veist, ekki barna endilega, en svona íslenska ævintýramynd út frá bara svona öllum þessum, þú veist, ævintýrum og sögum, þjóðsögum sem við eigum alveg þvílíkan grunn hérna heima, skilur og ekkert að frétta. Nei, og þú veist, að spinna því öllu saman í eitthvað svona heim, skilur þú veist, sem væri bara svona, þetta væri bara svona, þú veist, Ísland eftir Ragnarök og þar sem allar ævintýrapersónur eru vaknaðar aftur og eitthvað bara svona Ég skal sjá hana. Já, ekki. Ég skal sjá hana. Ég byrja að vinna henni. Já, ágríns. Já. Já, þetta er alveg virkilega eitthvað sem þú... Mér langar ógeðslega mikið til að gera þetta. En ég er bara búin að pröfa einu svona sækjum og þeir segðu mig frekar að skrifa bók. En ég Að þetta er svo dýrt. Að þetta er svo dýr. En ég er bara, herri, þetta verður framtíðin. Við munum gera þetta bíómynd. En af hverju geta stefnum að einhverju svona? Jú, vissulega er þetta dýrara kannski en einhver lítil grínmynd. Já. Og hvað? Hvað með það? Ég meina eins og, þú veist, ég var svo gett inspired af Troll sem var frá Noregi, já. Svo Netflix? Já, sem var þarna, þú veist, þegar steinninn allt inni bara lifnaði við og þetta var þessi svaka tröllkall og ég var bara svona, já, vá, við getum ekki farið að gera svona. Þetta var ógeðslega vel gert. Það var ekkert eitthvað svona skrítið eða feik eða eitthvað, þetta var bara geðveikt vel gert og ég bara, og þeir eru bara hérna rétt hjá okkur, þetta er nágrannar okkar. Við getum farið að gera þetta. Góðu punktur. Eða bara, nú fyrir að öllum hugsa hérna, sástu Let the Right One In, sænsku vampírmyndina. Já. Ok, eins og það. Ég veit alltaf að það er alveg dramamynd líka, Já. En þetta er samt vampírmynd. Já. Sænsk. Þú veist, ok, reyndar, Steindi, ég held að þetta Gaukur, sem að gerði miðan, veldi hann að Þorsta. Já. Þessi gerði vampírmynd fyrir einhverju síðan. En ok, bursið frá því, akkur er við ekki að gera eitthvað svona? Já. Akkur eru við ekki, þú veist, og draugamynd. Nýta líka svona, þú veist, það væri örgulega, það þyrfti að vera meira svona horror-væp í þessu, af því að þú veist, flestar þessar sögur sem við eigum eru svolítið svona creepy, skilur, eins og allar þessar sögur af huldufólki. Huldufólk er bara eitthvað sem að ég er verið skítrætt við, skilur, af því það eru bara vicious, þú veist. En það býður upp á eitthvað skemmtilegt. Já. Eitthvað öðruvísi. En svo er líka spurning, þú veist, eins og Íslandi markað fyrir þetta, ég held það. Já. Ég meina, voru ekki að sjá þetta með sem með Hannes gerir Leynlöguna? Jú, einmitt. Hún var mjög vinsæl. Já, hún var rosa vinsæl. Hún var mjög vinsæl. Hvað er Leynlöga 2? Nei, ég alveg tala. Nei, ef þetta verið erlendis og þessi myndið að koma út, já, það var þeir búinir að gera 2 og 3. Við erum komin með 3. Þú veist, akkur er ekki bara eins og kvikmyndasjór, akkur þeir ekki bara endast að banka hjá Hannesi, bara herðu, kýlum þetta í gang. Það var svona grín, löggu, hasamynd eitthvað, sem hún ekki verið, örgulega ekki mikið á Íslandi, maður getur nefni, sem var svona, kannski eitthvað svona löggu líf, það er kannski ekki hasamynd. Þú veist, þetta var svona allt, þetta var svona genre mynd dauðans. Og fólk fór í bíó. Já, það, þú veist, það var bara geggjað, það var bara eitthvað nýtt, bara eitthvað öðruvísi, gaman að horfa á þetta. En það var harkið þeim líka. Já. Og maður er bara svona, ha? Ég veit. Þetta er klikka maður. Jæja, Ólöf, förum kannski bara slá botnin í þetta. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Fræðandi, ég byrst afsökunar á hvað ég varð pirra. Það er mikil ástríða mér þegar ég er að tala um þetta. Af því að ég veit sko, sérstaklega því ég á litla stráka, þá horfði ég svolítið mikið svona til framtíðarinnar. Já. Og bíómyndir hafa svo mikil partur af mér bara þegar ég var krakki. Og bara mótað mig í gegnum bara áratugi. Og mér finnst það svo leiðilegt kannski ef í framtíðinni þá kannski verður þetta bara ekkert svona þeng. Það verður eitthvað svona kvikmyndanördi. Það verður bara að fá að gerða þar eða fer enginn í bíó og allir bara eitthvað að einangra sig heima og horfa á Netflix. Já. Ég vil líka kvikmyndahúsin lifi. Já. Þannig að komdu með eitthvað svona góð jákvæð lokaorð. Það verður það henda þess á mig og svo bara eitthvað peppa dóðu. Ég er að varpa sig á þig, loka þessu þætti með eitthvað svona jákvæðu. Vel lögart. Eftir 20 ár verða bíó til. Þú veist, já, þau verða til og ég get líka komið með svona skemmtilegt pepp, þú veist, ef þú ert að harka og reyna og þú veist ekki hvort þú að taka stökki eða ekki, hvað er það versta sem getur gerst? Gjaldþrota. Þú mögulega feilar
en þú lærir að því og þú gerir það bara betur næst. Þannig að þú veist að þetta er mjög gott. Þetta er svona ráð til þeirra sem er mögulega íhuga það að gera einhvers konar leikefni. Sem bara að fara að stökkva og spyrja sig líka að því að þú veist, þá vilja allar þessar hugsanir vilja sækja stöðugt á því sem eru bara svona, þú veist, hvað samt ef þetta floppar, hvað þetta verður hræðilegt, hvað lalala, þú veist, og já, ok, hvað ef það gerist? Þá samt lærir af þessu, þetta verður alltaf reynsla og þú gerir það bara betur næst, en spurði þig líka, hvað ef þetta gengur allt upp? Fór spesifikt að því. Já, en hvað ef þetta gengur allt upp? Já, algjörlega. En þannig að loka spurning, og ég vona að svara þessi já, svo þetta endi svona góða nótum. Ok. Er þetta allt þessi virði? Já. Já, ok. Þetta var bara mjög góð lokaorð, Ólöf. Herri, ég er bara að þakka kærlega fyrir komuna, þetta var rosa skemmtilegt. Já, takk kærlega fyrir mig, þetta var miklu skemmtilega heldur en ég bjóst þig. Yes!